Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall, fáum hingað gest sem að leyfir okkur að kynna sér og við kannski náum að spegla okkur aðeins í viðkomandi. Núna er komin Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri, fyrrverandi þingmaður. Þingkona. Þingkona. Næstu kallar þið það, þingkona? Já. Ballerína? Nei, það er nú ofmælt. Herðu, en þingkona, það er náttúrulega svolítið sérstakir tíma núna, af því að það eru 5 konur að mynda meirihluta í borginni. Já. Við veitum ekki hvað verður úr því, en svona margt sem bendir til þess. En það er svolítið sérstakt að það séu 5 konur. Já, og svo voru 3 konur sem myndu ríkisstjórn bara daginn. Þetta er náttúrulega gjörbreytt. Já. Þetta er náttúrulega, sko... Þú komst inn á þing 87. 87. Þetta er stór sigur kvennalistans. Já. Svolítið, við fórum að hugsa eitthvað, verður þetta ekki þegar borgaraflokkurinn kom inn? Jú, og þarna bandalag, jafnaðamanna. Þeir eru komið inn áður. Nei, var það? Já, ég held að þetta sé hins vegar, þetta er það sem að allt stemdi í stórkostlegan kosningasigur alþýðuflokksins. Þannig að það hefði verið á miklu flugi, hverjir eiga Ísland og Jón Baldvin, en svo einhvern veginn var það ekkert úr því, hann fekk bara sæmilega kosningu. En þið tvöfölduðu fylgið, eða þingmannafjöldan? Við gerum það, við fórum frá 3 konum upp í 6 og þetta gerðist bara í einhvern veginn, ég veit svo sem ekki, bara allt í einu. Og því að ég hafði áður bæði kvennaframboðan og kvennalistanum verið svona sem við köllum baráttusæti og þarna ég ætlaði mér aldrei inn á þing eða inn í borgarstjórn. Ég hafði ekki áhuga á því. Og þarna en ég hélt alltaf að ég væri að taka sæti þar sem ég væri ekki í neinni hættu að fara inn. Svo var ekki bara fyrirbúin að samþykkja vera númer 3 á lista í Reykjavík. Heldur að kemur skoðanakönnun og ég bara rokinn og þing og ég er ekki að segja hefur því að ég maður byrstist á lista. Það bara gerðist allt í eitthvað. Það jókst allt land, skilurðu. Þannig að ég fór bara óvart inn á þing, sko. En þegar þú horfir á fréttir núna í dag og sérðu fjölda kvenna í forystu í stjórnmálum, er þetta ykkur að þakka í kvennalistanum eða hefði þetta hvort sem er orðið svona eða hvernig meturu kvennalistan í? Ég held að við höfum nú sannarlega, sko, það auðvitað var tilkom okkar til þess að allir flokkar fóru að keppast til að setja konur á listana hjá sér. Það var kvennaleysi varð svo átakanlegt þegar það blasti svona við og getur ímyndað það, sko, ég er 12. kona sem fer inn á þing. Ég bara frá upphafi? Já, ég áttaði mig ekki á því sjálf fyrir einhvern tíma einhverju myndasýningunum og alþingi, bara þess að var ég númer 12, ég hafði ekki hugsað þetta. Og þá er fyrri kvennalisti þar með það sem að komu inn eitthvað 2 eða 3 og svo bara ekkert meira í nokkra áratugir. Sko. Já, ég veit það, þannig að þetta var svona, þannig að auðvitað gjörbreytti þetta og svo ýmist þess sem að konur hafa þá auðvitað held ég að þarna höfum við svona leikið stórt hlutverk, ég held það og það er erfitt að segja auðvitað hefði eitthvað breyst, það hefur auðvitað breyst alls þar, það hefur auðvitað breyst miklu hraðar hér og eins að konur hafi gripið til ýmis að ráða sem að mörg voru runnin undan rifjum kvennalistastæð kvennaframboðs hvernig mætti auka hlut kvenna og þarna og hér voru mjög notaði kvóta, nú dettur engu það í hug lengur, það þarf ekki lengur en það var margt gert til þess að fjölga konum en það var oft sko að konurnar í flokkonum eins og við sögðum, það er svona sögð oft við okkur út undir vegg, þið megið ekki hætta. Það er bara, það er tilvera ykkar sem að gera það verkaður þóra ekki annað en að hafa okkur með. Þetta sögðu konur úr sjálfsæðarflokknum og Alþýðubandalaginu og Alveg, og örugglega réttið það, sko. Örugglega rétt, það voru ekkert að mætar konur, svo Ragnhildur Helgadóttir og eitthvað svona, það voru ekkert að bulla. Nei, oft það var svona bara ein sem merkjum að það væri kona. Já, samanber, ég ætlum ekki að fara að segja það, Brandar sem var í áramótasköp einhvern tíma sem sagði samt allt þetta, það var svona eitthvað, hver er maðurinn bak við tjald eitthvað, sko, og spurningi var, fyrsta spurningi var,
maðurinn kona? Nei, veitu, jú, maðurinn kona? Já. Þetta sjálfstæðarflokknum? Já. Ragnhildur Helgadóttir? Já. Þetta var bara ástandið, skilur, hún var bara ein. Já. Eins og hérna fyrir aftan Trump alltaf fólk og það alltaf eitt svartur. Já. Þetta var kallað að vera sýnisvarta tegundinni. Já. Hérna, en þetta eitt hérna aukinn framgangur kvenna í stjórnmálum og hérna þær eru núna í forystu flestra flokka. Ég man ekki hvernig það var þegar þú varst að koma inn á hverju voru þetta ekki bara hverju voru þarna í forystu, það var Steingrímur Hermannsson og Hallgrímsson og kannski Svavar Gestsson Svavar Gestsson, ég man ekki hver var formar í Alþýðubandalaginu, þeir voru þarna og þarna, það var mikið svona mikið steggjapartí þarna, það var mjög öflug kynslóð þarna af svona mönnum á svipuðum aldri og við og kannski aðeins eldri það var sem áttu þetta svolítið já og bygguðu þessu gríðarlega öryggi einhvern veginn þessa aldurs þegar kallmenn eru svona á sínu besta skeiði og eru ennþá svona hannar og haug sko og er það sér besta eða versta eða? Já, það fyrir eftir hvernig þú lítur á það en þetta var svona mjög öflugt lið og áberandi í öllum flokkum, Jón Baldvin og Ólafur Ragnar og Svavar og Ragnar Arnalds og Halldór Blöndal og voru margir þeir höfðu verið bekkjabræður. Svona bokkar svolítið. Já, og allir, og því miður verð ég að segja allir, áttu það sameiginlegt að þeir voru með ótrúlega hortugheit til dæmis við konur, til dæmis við Guðrún Helgadóttur þegar hún var forseti Alþingis. Það gekk stundum alveg fram að manni hvernig þau töluðu. Og bókstaflega sko nánast hlóaðinni og þetta var mjög sérkennt að horfa upp á þetta og þarna skildu engin flokkar að þetta var bara einhver svona stemning hjá þeim sko. Þannig að þið fengu að finna fyrir því að þið var að koma inn í þeirra partí? Já, það var sumuleyti ekki, það var svona það var ekkert mikið verið að svona veitast að okkur ég held að bara stíll okkur og framkoma hafi gert það verkum að það var lítið svona átök beint við okkur þó auðvitað einstaka og við fórum meira í tjóðunar og sumum en öðrum. En var ekki þannig að þessi lítið hlusta á okkur, lítið ekki marka á okkur? Sko, hvað tekið marka á stjórnarandstöðu? Svona yfirleitt? Já. Ég veit að, það er nú eitthvað sko. Það var ekki síður hlust, þeir lögðu oft við eyrun, því að það þóttu þetta oft svona sæta tíðindum hvaða sjónarmið við höfðum og þar hefði ekki voru það nú við sem að töluðu fyrstum, það var ekki Tony Blair heldur við sem töluðu fyrstum þriðju vítina og það rugglaði mjög mikið, sko, hvað ætlaði þeir að gera núna? Og stjórnmálafræðingarnir sko, svo Ólafur Harðarson var að reyna að setja okkur kvarða og það hljóp bara fram og tilbaka eins og kvikaserfur í hittamæli. Þú eru bæði hægri og vinstri og hvorki né. Já, hvorki né og mennum sé ekkert sko við hvernig mátti búast. En hvað var það, þið voru konur, en hvað annað sameinaði ykkur sem stjórnmálaflokk? Það er náttúrulega bara, það voru bara kjör kvenna almennt, bæði sko efnaðisleg kjör samfélagsleg, það er bara líf kvenna, svo við köllum bara reynslu heimur kvenna, var bara falin og vanmetin og þáttaka kvenna ekkit bara í stjórnmálum, heldur bara í samfélaginu yfir höfuð, þó það væri meira og minna komnar út á launamarkað, þá gætti náttúrulega áhrif að þeirra hvergi og maður tala nú ekki launamunin og allt þetta, þannig að það var bara líf kvenna undir, það var ekki bara að koma, sko, við höfðum það aldrei sem markmið að koma fjölga konum, skilur, það var ekki markmið, þetta bara breyta lífi kvenna og að því leittu þetta konur ættu að komast til valda og til áhrifa. Svona formulega samfélag er þið mótaði að hér væri konur. Já, að það væri ekki bara eitt þeirra þörfum. Já, og líka bara til þess að móta hugmyndir sem að það er þetta sko verkefni svo sem eiginlega óunnið ennþá. Já. Að þarna því það gengur þetta mjög seint að breyta svona grundvallar hugmyndum
mannlegt samfélag og skipan samfélagsins. Við búum náttúrulega ennþá í feðraveldi. Og svo ég var í vikunni að tala við hana Elínu Ósk Óskarsdóttur óperusönguna sem að var eiginlega raddlaus í 10 ár vegna þess að hún fór á breytingaskeiðið og var svona vittlust greind einhvern veginn hvað var að henni það við bara fallið niður hjá henni svona kvenhormónarnir og sem að valdið ýmis konar kvillum það var svona dæmi það að það sé erfitt fyrir konu að fara inn í heilbrigðiskerfið þar sem allt miðað af kallinum svolítið skilgreint og bóðum að taka róandi og maður kannski bara móðusjúk þetta er bara saga úr bara okkar tíma það var alltaf að tala um eftirstríðs árunum þegar þessi ameríska mynd af hamingjusömu fjölskyldu í úthverfi sem var litla sæta konan var í úthverfinu með hana í sæta kjólnum sín með svunduna og börni 3 syndandi í sírónum eins og Megasæði eins og hvað segirðu? Syndandi í sírónum eins og Megasæði þetta var bara köllu Valium-kynslóðin þeir voru bara settar á Valium og þarna sumi kalla þetta Sherry-kynslóðina en þarna þetta skrifaði náttúrulega þetta var þetta Betty Friedan innblástu fyrir bókina Female Eunuch og Jón Åkvist og það sem hún sagði þess að frábæri setninga sem ekkert yfir 3 fet sást hreyfast bara börn og svo konu voru það drepast úr leiðindum og gátt ekki lifa við þetta nema eiginlega bara dópaðar það verið svo formið var svo þröngt það var ekki hægt að lifa og svo þessar ofsalegu kröfur á þær sem svona litlar ánaðar sætar konur og þarna sem hefði ekki við neina kvarta og það var alltaf eitt sem var sagt við okkur eru þið þarna svo ég hlaupin á verðinu annar eru þið líka berjast fyrir læknisfrúr það ekkert síður heldur en verkakonur út í það farið vegna þess að læknisfrú þó hún hafi það gott efnaðslega þá hún alveg jafn og kannski ennþá háð manni sínum heldur en verkakona sem oftast vann þó fyrir smá launum sjálf en þarna þetta var bara og ef þessar konur kvertu þá var sálfræðingar meira sér komið sér saman það að þó þar heldar væri óánægðar þá væri það ekki rétt þar væri í rauninni ánægðar svona væri þar ánægðastar og þetta er ekkert sem ég að búa til hér og nú þetta var svona samkomulag þessara sálfræðingi í Ameríku frassi var meira sér að það væri ánægðar þó það vissu það ekki og Betty Friedan sem skrifaði fyrir blöðis og Cosmopolitan og svona og henni voru það voru settar á hana mjög strangar hömlur því það var sagt að hún væri að vekja óánægju hjá amerískum húsmæður sem væri alveg óþarfi hún væri að búa til óánægjuna þannig að þetta var svona og þannig að borgarlegum konum var afskaplega þröngur stakkur skorinn þær voru ekkit endilega sælli heldur en hvað það var þar heldur en fátækar konur En breytingin á stöðu kvenna frá því þú ert segjum bara ung stúlka og þangað til núna þetta er svolítið mikil breyting þetta er bara ótrúlega bylting við segjum náttúrulega stundum og ekki eitthvað sigur unnin að þá er já, við segjum stundum að þetta sé í rauninni mesta bylting mannkynssögunar má ekki kalla þetta stóra stökkið Já, eins og í Kína Já, nei, þetta nefnilega þetta vinst í skrefum þannig að stóra mörgum skrefum og oft hænufetum og oft farið aftur á bak en þetta er náttúrulega svona 1,5 öld eða hvernig þetta maður skilgreina það að þetta hafa verið svona alltaf verið að feta fram og við það alltaf með styrjaldir setja kvennabaráttu mjög aftur á bak eða íta þeim aftur á bak vegna þess að þá á að hugsa föðurlandi og þá gilda bara öll þessi sjónarmið sem að heitir víst kallmennska og svo heitir það líka skynsemi og svona rökhugsun svona ýmislegt svona sem að konur alltaf búa alls ekki yfir en þannig og hún er líka sérstök þessi byltinga því leyti til að það verður ekki verið úttelt einum blóðdropa og og hefur ekki getið börnin sín þessi bylting held ég ekki? Ég held ég ekki Já, auðvitað hafa margar konur farið illa út úr því að ganga fram fyrir skjöldu því verður ekkert neitað út af áreiti sem það verður fyrir Já, það hafa auðvitað konur hafa farið illa út úr því kiknað undan og mætt náttúrulega oft mikill í andspyrnu
vegna þess að væri með leiðindi. Já. Stundum eru konur, velti maður fyrir sig sko, hvort það sé erfitt að vera stjórnmálakona því að hún sjálf getur orðið eiginlega eins og velunin, það að hún sé... Já, það er sko, já, það er... Ég getur bara sagt eins og Katrín Jakobsdóttir að hún er forsætisráðherra og að hún er eiginlega velunin, að hún sé forsætisráðherra. Já, það er sigurinn. Það er alveg rétt, það verður miklu persónulegra. Hvað gerur þú þá eiginlega? Þegar þú ert sigurinn? Þegar þú ert sjálf orðin viðfangi í sjálfu sér. Já, þetta er alveg réttmætt skoðun þín, eða þetta er ekki skoðun, þetta er svona, það er persónugert miklu meira þegar öll þáttaka kvenna og það eru líka gagnrýndar miklu harðar. Það var minna svigrúm fyrir mistök. Miklu minna fyrir svigrúm, fyrir og líka fyrir mistök eða skoðanir eða hvernig það setja fram ekki síst sko, það er mikið dæmdar. Þær eru svona og svona, svo geta sumir kallmenn hagaði sér alveg svo asnar, líka áhrifamenn og fínir menn og enginn segir neitt við því. Ég meina það er náttúrulega, við höfum haft stjórnmálamenn sem eru sko stjórnlausar frekjur. Aldrei voru þeir kallaði frekjur. Það var alveg viðurkenndi skiptistundu skap eða eitthvað svona. En óðu yfir allt og alla bara með frekju og yfirgangi. Svo það er ekki að vera svo neikvæð einkunnagjöf fyrir karl en að vera skass eða út kona, það er ekki gott. Já sko, kallmenn eru bara ekki kallaði frekjur. Ekki? Nei, þá þeir sko, það myndi þá frekar, ef það gengur hófum, myndi það vera kallaðir yfirgangssamir eitthvað slíkt, en frekja held ég ekki notað um kallmenn. Það eru bara konur. Það eru bara konur sem eru frekjur og svo eru það skass og svona. Skass, kallar ekki skass? Nei, þeir eru skapmiklir. Ákveðnir, fylgnisir? Já, ákveðnir og fylgnisir, maður tala líka um. Já, þannig að þetta er auðvitað mikill munur. Ég held að þessi munur sé ennþá fyrir hendi, þessi dómharka og svona konur eru alltaf undir smásjá. Hvert þeirra skref? Eitt dæmi það sem er verið að taka fólki raunverulega tjáningafrelsi, þá er ég ekki að tjá mig um það sem þú ert að segja, heldur nú kannski ekki heppilegur tími að vera að segja þetta núna eða hvernig þú sagðir þetta, þá er verið að gagnrýna það eiginlega alltaf áður en það kemur að því hvað þú varst raunverulega að segja. Þetta lítur að vera eitthvað þannig þegar þeir eru komin á þing að þetta var nú kannski ekki vettvangur til þess að vera að ræða okkur að þetta mál núna og ég er bara að reyna að rifja upp svona í minninu að það hefur verið að þegar þið voru að ræða eitthvað svona kvennamál, það var aldrei rétt í tímin eitthvað. Fyrst var það fyrst að ganga frá atvinnumálunum þetta hvaða mál. Það er ekki alveg rétt í tímin að fara að ræða svona. Nei, það var að vísu það hafði nú held ég eitthvað dregið úr því sko. Það var náttúrulega, ég man eftir þegar það var talað um stjórnmálakonur sem voru eldri en ég sko, að í bæjarstjórn það töluðu ekki um neitt nema vöggustofur. Já, seinna var það sko ekki neitt nema barnaheimili. Auðvitað eimdi eftir að þess að hér ætti að vera alvarleg mál til umræðu en ekki svona hins smærri mál. Þannig að það var svona það var ekkert mikið á dagskrá málefni sem að svona snertu okkur beint sko. Að svo miklu leyti sem auðvitað snertu öll mál okkur auðvitað en svona sem sneri sérstaklega að konum. Og það breytist kannski ekki þetta meðan að þú varst á þingi. Það hefur tekið miklu lengri tíma að færa þetta hétt mjúkumálin. Þetta mjúkamálin sem voru svona mjúkumálin var svona Ég hef ekki sagt það á þessari öld það var mjúkmál og hörmál eða? Nei, ég held ekki. Ég held að þetta sé bara orðið svona hallarisfrasi og þarna og það var líka sko svona sérkennilegt svo þá þegar fara börn á leikskóla sko það var svona það var eiginlega frekar neikvætt. Fyrst að það yrðu öll börn eins þá sögðu kallar mikið. Þeir eru bara svona hjörð sem allir væru eins og svo sögðu þeir svona, ég man þetta Steingrímur sem var sko þó hann væri nú engin dæmigerð svona eitthvað kallaremba en ég man eftir hún standandi ræðustól og alþingi eiginlega klökkur hvað hann hefði verið dásall að koma heim og mamma beið með heitt kakó og þannig að þeim fannst sko þessari kynslóð sko einhvern veginn það voru menningaverðmæti sem yrði að venda
sem er það vernda og ég efa það ekki að það var voru hugvöld að koma heim og mamma var með heitt kakó. Ég er ekki að draga úr því. En þeim fannst þetta að vera eitthvað sem ætti að vernda. Og mikilvægi konunnar lægi fyrst og fremst í því að fjölskyldunni liði vel. Nú þetta komið aftur, þetta er kallað tradwife núna. Er þetta kallað hvað? Tradwife, traditional wives. Traditional wives. Og konunnar eigi að vera heima og kallinn að skaffa. Það sé sannæðli kvenna, þetta er orðið svona... Þetta tilir svona hægri, nýja hægrinu. Já. Og það er náttúrulega, þú talar stríð, en það er líka minnkandi fæðingatíðni víðar og það er á stefnu Meloni á Ítalíu og Le Pen í Frakklandi og fleiri að búa svo konur að það fjölgi sér. Ég held að það sé líka... fyrir ekki, ég heyrði meira segja borgarstjóra, hann stórið fyrirverandi, Einar Þorsteinsson. Já, Einar Þorsteinsson. Hann er ennþá reyndar. Hann er ennþá borgarstjóri. Tala heimgreiðslur. Ég bara segja, eru menn virkilega ennþá að tala þetta konur mun sætta sig við þeim sé borga fyrir einhver lúsarlaun fyrir að vera heima. Þetta, ég held að þetta myndi ekki heyrast lengur á Íslandi, En líklega segir hans svo að það er fólk sem að myndi vilja það frekar og það er náttúrulega betra fyrir þau það sem að þetta par vill og það er ódýrara fyrir samfélagið og akkur látum við ekki bara fá peningi sem við höfum annars notað í dagvist. Ég spyr eins og Einar Þorsteinsson. Já, þetta er náttúrulega bara eitthvað sem konur sætta sig ekki við lengur vegna að konur vilja náttúrulega líka nú til dags að móta sitt eigið líf og sinna því sem þær langar að sinna umfram svona hefðbundin hlutverk kynjanna og þetta er eitthvað sem að hefur aldrei gengið og mun ekki ganga og ég heyrði með einhverja frétt frá Japan í fyrir eitthvað að vera að fjalla með og þar koma menn upp með svona og þá sagði alltaf bara konur í Japan þó það sé afskaplega kúað svona. Þetta er alveg dæmikjöld fyrir það á þinginu sitja bara gamli kallar sem hafa ekki hugmynd hvað þeir eru að tala og fæðingatíðinu hún minnkar náttúrulega úr þessu óheyrilega strax við það að konur mentast svo það áttu að tala það flytja og sveiti í borg og minnkar systkinahópana bara og svo líka á tveimur kynslóðum úr 12 niður í 3 en það er fyrst og fremst menntun kvenna sem að gerir bæði það að geti haft einhvers konar efnaðsveit sjálfstæði en svo líka bara að þarna þekkja á hluti og kunna á hluti og afla sér vitneskju getnaðarvarnir og ýmislegt sem að máli skiptir. Þannig að fæðingatíðni mun ekki rísa í þessum svona löndum sem hafa náð vissu stígi í svona efnahag og lýðræði og einhverju slíku. Hvort það er alveg viðvarandi að sé alltaf undir þessum þetta sé 2,3 börn ykkur sem sagði, nei 1,7 þarf 2,1 sem þarf að par já það er bara á konu það er bara kona sem getur fætt það er 2,1 á konu er það 2,1? Já, þá meinar þá er sérstaklega kallmaður reikna þar inn í það er svona hann getur ekki búið til barn hann stendur svona því að búið til barn hann gerir það nú greið 2,1 barn á konu að þá viðhelst ég veit, já, það þarf að vera rúmlega við erum komin nýr í held ég 1,5 eða 4 gerðum mjög hratt og kann ég skýringar á því en það sem að tala Einar Þorsteinsson hann segir þetta og hann segir þetta ekki svona alveg ástæð fyrir hann allt í einu segir þetta núna og þú kannski ég hef ekki heyrt þetta í 25-30 ár að það er svona breyting á svona kvennímyndinni það eru meira svona áhrifavöldum konur sem að eru með eiga 7-8 börn og eru að baka allan daginn og eru rosalega vinsalegir í Bandaríkjunum og svo náttúrulega konur sem eru alltaf að setja sér stút á munnin sem áhrifavaldar og reka rassin framan í okkur Já, það eru þetta og þetta er þetta eins og í fleiri verðum að mjög mikið var við svona amerísk áhrif það fer ekki hjá því við erum undirlögð af amerískri menningu og það er náttúrulega hefur nú löngu loða við Ameríka að búa til þessa svona ídeal konu þessa fyrirmyndar konu sem er til fyrirmyndar á öllum sviðum
og þarna, já, auðvitað nær það hingað og eins og fleiri hugmyndir sem að núna eru á kreiki, þær munu ná hingað. Já, náttúrulega þetta er mjög sterkt í Ameríku og maður sér það bara hvernig drauma byggðir þeirra í útkverfunum, það sem eru svona hús og garður fyrir framann, þetta er frá þessum tíma sem þú varst að lýsa að það getur ekki kona að lifa þarna nema bara á lyfjum, sko. Nei, en þetta er ekkert horfið og ekki það ekki. Og svolítið að koma aftur. Já, það hérna auðvitað kemur bakslag og sérstaklega ef það er einhverjar krísur og eitthvað þá sko þá eiga konurnar alltaf að víkja fyrst ef það eru stríð, ef það eru efnahagskrísur eða eitthvað þá og það er þetta að kenna sko breyttri stöðu kvenna mjög margt neikvætt eftir sko vissu svona mati að það upplaust fjölskyldu týnd fjölskyldugildi og ýmislegt svona það er náttúrulega konum að kenna. Nú, það er ekki eins og kallarnir hafa lagt eitthvað rosalega fram í því. Nei, það að konur er ekki lengur í þessu hefðbundna hlutverki, það auðvitað hefur það breytingar í ferð með sér. Það er svona auðvelt að finna blóraböggla og maður geti komið hlutum í lag aftur með því að þvinga alla inn í einhverja svona svokallaða fyrirmyndarhegðun. Og kannski köllunum gengir misvel að aðlaga sig að breyttum aðstæðum. Jú, það er þarna, auðvitað gengur það misvel og auðvitað sko hefur þetta veikir þetta oft sjálfsmynd kalla, kannski var hún ekki það sterk að hún þyldi mikil áhlaup en þetta svona hefðbundna vera höfuð fjölskyldunar, þetta er náttúrulega þessi sko þessi feðraveldis hugmynd, það eru þetta kallmenn á hverjum stalli og hver kallmaður hefur þó haft það hlutverk að þó að væri kannski ekki páfi eða keisari eða kóngur eða eitthvað, að þá hafa þó það hlutverk að vera höfuð fjölskyldunar og konunni. Já, það hafði hann alltaf, hversu fátækur sem hann var þannig að þeir höfðu alltaf þau völd á heimavelli. En svo Bjartur í Sumarhúsum sem var legstur út í samfélaginu. Já, hann var kóngur kóngur heima svo auðvitað sko þá kom alltaf eitthvað að segja konur hafa alltaf ráðið eitthvað svona auðvitað hafa alltaf verið til konur sem að réðu talsverð á heimavelli og stundum kannski meira en kallið það til, en þær höfðu aldrei formleg völd. Ég kem af svona fjölskyldu sem er svona sjómannafjölskyldur og þá var það yfirleitt þannig að kallinn var bara ekki heima sko. Nei. Þannig að þegar hann kom heima þá fekk hann að vera mildi maðurinn í hlýjafaðminn en konurnar í minni fjölskyldur eru allar herfóringjar sko. Já. Stýra öllu alveg bara og þetta var bíla rekið bara rísa fyrirtæki og heilu þjóðfélögin að það þurfa allt að ganga upp. Já og ég man eftir því að það var einhvern tíma það var langt síðan þó sko það var verið að ræða í útvarpinu þennan tvöfalda skattaafslátt sem að sjómenn höfðu og þá mátti maður hlusta þau rök að þeir þyrftu það vegna þess að heimili sjónmanna væri náttúrulega verið rekin heldur en önnur heimili vegna þess að konurnar rækjuðu. Ég gleymi þessu aldrei, ég man eftir ég stóð að bara elda, ég var að ræða ykkur í potti og ég var bara næri dótturinn koll sko að þetta verið rökin fyrir tvöföldu skattafslátt. Þetta Dórótea amma mín myndi mótmanna þessu. Ég hugsa ég held að flestar konur myndir nú mótmæla því að það rækju heimili ver heldur en og enda hefur það auðvitað verið á hendi kvenna mikið að reka heimili mjög oft séð fjármál heimili og ég heldur endar í dag séð bara mjög algengt að konur sjá fjármál heimilisins það eru miklu hagsýtni heldur en kallandir. Hagfræðinar hagsýtu húsmóður hver bjóð það til? Það man ég ekki það komi bara alls konar svona skemmtilegi frasar sem að klókuru kvennaráð í stað fyrir kölduru kvennaráð og ýmislegt svona við skemmtum okkur við þetta búa til alls konar. Herðu en maður sér fyrir sér að þegar konur eru að svona tróða sér inn í kallaheima og þeir þurfa að tróða sér að þá verður þær fyrir svona alls konar dissi og það er ekki heyrt hvað það segja og þær þurfa eiginlega að standa sér þrefalt betur en kallinn til þess að fá eitthvað tjens og allt þetta. Og maður sér fyrir sér svona en einhvern veginn, það er bara eitthvað við hvernig þú talar og aktar og svona, þá upplifir maður að þú sett svo brinnvarinn að þetta bara kastast af þér
að þú hefur, það er ekki svo. Nei, það er sko, en þú virkar mjög frökk, óhrædd, og eftir að segja þetta sé þá bara, þetta sé brynjunar sem að þú hefur þurft að koma þér upp sem kona, alltaf á einhverju kallaslóðu. Já, þetta var ekkert síður í leikhúsinu, það var ekkert síður fyrir því þar heldur en bara, sko, ég varð ekkert mikið vörfið þetta svona út í samfélaginu. Ég var oft vörfið það að ég naut talsverðar svona vinsæld og virðingar út í samfélaginu. Samanber að þú veist, ég hlaut góða kosningu og það koma stjórnlagaráð og ýmislegt svona. Ég segi alltaf að sko svo ég sé nú bara talið stórt að þjóðin treystir mig betur heldur en sko stofnanir þjóðfélagsins. Sem að kallanir réðu. Já, en þannig að þetta var ekkit síður í leikhúsinu. En eitt af því sem fylgir þessu, það er það að þú mátt ekki kvarta. Er það persónulegt hjá þér? Þú mátt ekki koma heim og kvarta yfir þessu? Nei, þú mátt ekki. Þá ertu ekki jafnt áköf daginn eftir. Nei, ég er ekki að tala um að kvarta heima. Ég er að tala um, sko, það er ofsalega erfitt að verjast svona alls konar áreiti sem er erfitt að útskýra en eða var, ég er náttúrulega löngu komin hana út úr því, sko, svona áreit af ýmsu tagi sem að bæði særir og meiðir en ef þú sagðir eitthvað þá var það bara alltaf látt ekki svona góð átt svo þú veist, það er erfitt að finna flöt á því að verjast til dæmis stanslausu rógi. Það er mjög erfitt. Heldur það að verra að verjast því að maður er kona heldur en kall? Ég veit það ekki. Ég hef ekki prófað hitt. En sko, ég held að sumriti sé það vegna þess að konur eru alltaf dæmdar á sko, einhverju sem eiga að vera þeirra eiginleikar að verleikar, karlmenn eru dæmdir að verkum. En konur þarf alltaf skapgerðar, sko, allar konur hafa svo gríðarlega skapgerðar bresti sem að viðast ekki plaga karlmenn, minnst það svona þeirra áliti, þeir eru vist svona jafnblindir en konur eru óskaplega gallaðir persónuleikar. Þær eru ýmist of eða van, annarkvæmt þeir of mjúkar og of eitthvað, eða þeir eru of frekar og of frakkar eða, já, það er alltaf persónudómur. Þannig að þetta sem er erfitt að svara, þú veist, ef ykkur segir þú ert bara alltaf, sko, þú ert bara alltaf svo leiðinleg, þá getur þú ekki sagt, nei, ég er ekki leiðinleg, þú veist, hvernig getur þú varist svona? Og þetta er þetta, sko, ég bjó mikið við svona, ég ætla ekki að draga úr því. Og það var afskaplega erfitt en ég talaði aldrei það uppátt nema kannski svona eitthvað við eitthvað vinkonur sem að gat svona eitthvað grænjaðu vöxlina á svona einstöku sinnum en þetta Áttu það við, þú lýsir þetta svolítið eins og þetta sé svona stríð og meiri ekki síðan veikleika því að ef þú myndir sína veikleika þá myndu þau ráðast á það? Já, þá varstu líka sko, þá varstu bitur eða kvartsár eða þú veist erfið eða þú veist það er að gefa því alls konar nöfn og þetta hefur sjálfsagt breyst núna einar leikhúsanna, ég býst við því en þetta var þetta var ansi mikið stríð oft og mjög illa að mér vegið oft mjög oft og oft mjög erfitt en það var líka sko ég náttúrulega sko ég vann mjög mikið, ég fekk mikið af verkefnum og þá var líka hægt að segja ekki getur þú kvartað en það hafði ég ekkert verið að kvarta þannig sko, en ég fekk ekki sömu verkefni eins og kallmyndir ég meina þeir voru valla sko komnir úr bleiu þegar voru að fara að setja upp Hamlet aldrei setti ég Shakespeare setti upp eitt gammal leikur til ég var að byrja og svo framvegis það var svona Það er ekki að taka svona úr efstu Nei Allan því fyrir Nei Sko auðvitað... Þú ferði í óperuna kannski svona bara af því að... Nei, það var nú annað tilvæg. Ég fekk að vísu sko, flestar konur þurfti alltaf að setja upp, eða
fengu barnaleikrit, en ég setti aldrei upp barnaleikrit. Já, ég setti barnaleikrit fyrir norðan, það var líklega það fyrsta sem ég gerði. Aldrei beðin það eða Nei, vildur það ekki? ég var aldrei beðin það. Og þannig að ég fekk mjög mikið að verðugum verkefnum. Sérstaklega á tímabili Gísla Alfreðssonar og Sveins Einarssonar og svo kom ég reyndar ekki inn í Þjóðleikhúsið áratug meira, en ég fekk líka þannig að ég hef fengið mikið að verðugum verkefnum, ég ætla alls ekki að kvarta undan því, en ég fekk ekki þessi svona hefðbundnu, eins og þú segir svona efstu hillur og svona kanónuna sko, og þú veist, ég hefði alveg vilja að fá að setja, ég er bara einu sem setti Tjekov, ég hefði vilja að fá að setja fleiri Tjekov og ég setti bara upp einn Arthur Miller og reyndar sjálf stóði að því að einn Judson O'Neill, ég hefði viljað fá að fást meira við stóru amerísku höfunda, en ég fekk mikið af rosalega flottum verkefnum og þannig að ég get ekkert kvartað yfir því. Er þetta, ef maður er leikstjóri, hefur maður þá ekki svona fullreynt sig nema að fara þarna í Shakespeare og Tjekov og amerísku klassíkina? Eða nýklassíkina, hvað kallar þetta? Þetta er Það er þarf maður að bera sig saman við aðra og það er líklega best að gera það með því það sem að flestir hafa, segjum að vera hljómsveitarstjóri eða þú, ég meina Já, hvað upptækja best? Það er 9. Beethoven. Já, 9. Beethoven eða eitthvað. Sko, ég skal alveg viðurkenna það að ég hef ekkert ef ég ætti að velja mér verkefni þá myndi ég ekkert velja Shakespeare. Ég myndi ekki gera það. Þó það er svona ég hef haft svona að mér finnst mjög spennandi uppsetningar hugmyndir af einhverjum Shakespeare verkum, mér segja mjög spennandi og róttækar, en ég var ekkert svona mikið að velta mér upp úr því, mér fannst þetta með eitthvað meira bara dæmi það hvernig munur afstöðu til kalla og kvenna að þess að ég segi, strákarnir voru allir með Hamlet og Rómeó og Júlíu og Macbeth og Guðma vita hvað og engar konur komið þar að. Og valla konur með neina reynslu? Nei, þurftu engar reynslu til að fara í Hamlet sko. Þetta er svo með allir þess að þættina og má ekki kall fara út í búð og kaupa sér þá er komið þátt. Þetta er ágætt samlíking. Það þykir svo stórkostlega fréttir. Og hann er alveg rosalega efnilegur. Það er aldrei sést í hann efnilegur. Þetta er alveg frábær samlíking. En þetta, það var ekki bara út í búð og kaupa sér fiskisporða, já, en þetta með óperan kom alltaf öðruvísi til, sko. En ég hafði að vísu unnið, sko, ég byrjaði eiginlega minn leikstjóraferil á því að vera, sko, danshöfundur, eða það var byrjunin og var þá að semja, dansa inn í sýningar fyrir aðra og mikið að stjórna hópatriðum, svona stórum atriðum sem að, ég veit ekki, það þótt einhvern vera fyrir utan verksvið svona almenna leikstjóra og þannig að ég hafði mikla reynslorði í því að stjórna stórum hópatriðum bæði af leikurum og söngvurum og smá saman bara tók ég meira yfir en þar hafði ég sko unnið með einhver óperur eða í sambandi við þær en það hvernig óperuævintýrið byrjaði, það var algjör tilviljun. Herðu, en ég var að spyrja þig að því að svona áritið og eins og þú sett svona þetta rökkvi af þér og svona. Er ég ekki að gera það sem þú varst eiginlega kvarta yfir eða er ég ekki að reyna að greina því svona sem að þú sett svona einhvern veginn? Já, nema mér fyrst þú ert náttúrulega þú ert með til þess svona sem viðmælandi hérna og svona, þú ert alveg sérstakt númer, sko. Sérstakt númer? Nei, þú ert bara svo ákveðinn og óhrædd við að segja það sem þetta er í hug og gerir það svo skelegan hátt og svo svona hnussar aðeins í þér ef það líkar ekki eitthvað Já, ég hef aldrei legið á skoðunum mínum og það hefur kannski ekki alltaf verið mér til vinsælda. Þannig að spurningi var eiginlega hefur alltaf verið svona eða er þetta hluti af því að vera alltaf að vasast í kallaheimum og það sem að þeir eru að reyna að íta þér út eða svona setja á bás? Það er náttúrulega kannski erfitt að segja að hverju maður er eins og maður er hvað sko, þú varst nú eitthvað að orða það hérna áðan að þú hefði verið feimin, ég var afskaplega feimin
og sem svona unglingur og ungkona var ég mjög feimin og bara mælti varla orða vörum nema í svona mjög þröngum kreðs. Þetta var alveg örugg Já, og var hafði alls ekki sterka sjálfsmynd og var óánægð með sjálfa mig eins og kannski margir eru og þarna og var kannski bara svona ég var ekki örugg ungkona, ég var óörugg ungkona og feimin og það voru svona vissi hlutir sem urðu til þess að ég komst út úr þeim vítarhring því þetta var orðið alltaf vítarhringur mér tókst ekki að rjúfa þennan svona ég setti í kringum með svona múr svona kannski þykist voru að köld og áhugaðlaus og þetta var allt saman bara eitthvað leikur sko og til að fela feimnina til að fela feimnina og óöryggið og það var svona þetta var margra ára ferli sem að og kannski var maður ekki hvenær er maður orðinn örugg og maður er aldrei örugg með sjálfa sig en mér fannst svona það væri ekki fyrir ég var svona komin á 50-aldur 50 sem mér fannst ég loksins vera 60 sjálfa mig og svona Heldur að þú sett seinþroskasleiti heldur að það sé svona bara hjá fólki kannski? Ég ætli það sé nú ekki bara það svo mast sinnið sem skinnið sko að það er auðvitað bara misjaft og ég náttúrulega er komin mjög ung inn í leikhúsið og sem veitti mér alveg ótrúlega ánægju þegar ég var barn og unglingur og var rauninni bara mitt líf en svo sko var ég nú fljóta átta mig á því að dansin var ekki það sem að mig langaði það sem að ég fekk út úr dansinu það var þessi ægi og þessi svona eiginlega svona karþasi sem að maður gekk í gegnum í hverjum tíma það var að taka sjálfur sér svona mikið tak og pína sjálfa sig til árangus það er mjög svona heillandi af þessu leyti það sést bara svo maratónhlaupar og ýmsir gangi gegnum þú veist að ganga fram af sjálfum sér og en kannski hefði orðið öðruvísi hefði þá verið til eitthvað að ráði af svona nútíma dans var bara rétt að byrja að ríða sér rúms í Evrópu og þannig að en þetta var nú einhvern veginn það sá svo gata sem ég gekk og ég fór út til Englands til þess að afla með menntunar þannig ég kem svona inn í leikhúsi sem dansari það var ekki mjög sterk staða og erfitt að vinna sig út úr henni sko og það kannski hjálpaði ekki til en þetta, þú veist svona að spyrja Brynjuna sko, en það sem auðvitað þjálfaði mig fyrir utan að sko það sem auðvitað í rauninni gerði var mikil breyting fyrir mig og í rauninni gjörbreytti mínu lífi það var kynnin af Magnúsi heitnum Jónssoni sem var leikstjóri menntaður í Moskvu hann var reyndar menntaður í kvikmyndaleikstjórn en var hann mikill leikstjóri vann nýttur náttúrulega þegar hann lærði austan tjalds og afskaplega gáfaður maður og hann kom þegar við vorum fyrir norðan við Arnar þá kom hann þangað til að setja upp sýningar þannig ég kynntist honum vel og síðan var hann leikúrstjóri og við urðum óskaplega miklir vinir við Magnús og hann hafiði mikla trú á mér og ég fann það og samveran við hann og það traust sem að hann sýndi mér og að það var mér bara algjör lykill að ég geta stigið út úr eigin einhvern veginn vítarhring og ég ætla ekki að segja ég hef sko fylgst af sjálfstrausti þannig að út úr flæddi en hann ýtti mér upp í eitthvað sem að varð mér svo stökkpallur bara út í lífið þannig að hann var áhrifamáttur í mínu lífi alveg sko
mjög mikill. Hann hefði meiri trú á þér en þú. Hann hefði miklu meiri trú á mér heldur en ég. En á hverju hafði hann trú? Það er sko, það er hégómlegt að fara hann að... Já, hann hafði trú á hæfileikum mínum, hann hafði mikla trú á... Sem leikstjóri eða leikari? Já, og sko hann hafði mikla trú á, svo ég segi nú bara svo hann hafði mikla trú á gáfum mínum og hafði það orð að hann finnist ég mjög gáfukona hégómlegt að vera að segja svona. Þetta sko... Þetta var það sem hann lét oft í ljósi með ýmsum hætti, ekki alltaf með orðum, þú veist maður þarf ekki alltaf að segja, alltaf með alls konar. Hafði engi sagt þetta áður eða hafði ekki heyrt það eða ekki trúað því en okkur trúur því þegar hann segir þetta? Það bara kannski, jú, ég var mörgleyti alin upp við það að ég væri eins og það var kallað hefði góðar gáfur og það þýtti ekki endilega, sko, góðar gáfur var bara, það þýtti margt að bara hafa eitthvað eiginleika sem að skipta máli og þannig ég, það var ekki það ég efaðist eitthvað mikið vitsmuni mína, heldur bara hvernig ég, það er erfitt að útskýra þegar sjálfsmyndin er veik þá finnur maður ekki styrkleika sína heldur dvelum að við veikleika eða ímyndaða veikleika og hann einhvern veginn Það þarf að laga sig með því að eyða veikleikunum í staði fyrir að íta undir styrkleikana Eitthvað svoleiðis, já Þetta er svo mjög margir sem eru þar einhvers staðar Já, og þarna hann ítti mér bara eins og ég kalla það út úr þeim vítarhring að hafa einhverja svona, tröll að trúa mér þannig að veitti mig verkefni sem að ég hafði ég leikstýri fyrst þar undir hans bæði leiki undir hans stjórn og þannig síðan felur með leikstjórnaverkefni og þannig að hann er svona áhrifavaldurinn í mínu lífi einn af nokkrum Við skulum fara aftar að ég spyr fólk gott að því kannar mann fyrst eftir sér Hvað mann fyrst eftir? Já það er nú svo ótrúlega með það að ég man eftir mig fyrst þegar ég vantar 3-4 mánuði að verða 2 ára og þetta er mjög skýr minning ég er stödd hjá ljósmyndara Simpson ljósmyndara á Ísafirði ásamt systkinu mínum og ég man hvernig ég var klædd og allt sko og við vorum sérst í ljósmyndatöku systkinin og átt að ég má setna sko og ég sett þetta på borð og ég á og það er ekki nokkur lifandi leið að fá mig til þess að brosa eða vera glaðleg, ég er alveg bara og þannig að ég man að hann kom með svona kassa og ítt á takka og þá spratt svona kall og ég man alveg tilfinninguna, auðvitað hef ég ekki hugsað með þessum orðum en tilfinninguna man ég á mér að þykja þetta fyndið og svo er ég bara komin heim og þá kemur í ljós að ég er fárveik, ég hef komið mislinga og ég man sko, þess vegna er ég svona þung sko, enda myndina sko, ég er alveg bara eins og gammalt bulldog bara og svo man ég eftir þegar ég ligg hérna í svona hálfmyrku herbergi og mér er fæðu matur í rúmið og ég man þetta tímabil mjög vel og sem endar svo aðfangadag að pabbi kemur og hann baðar mig og setur mig í ljós það var ljósalampa og klæðir mig og þá í sömu fötinu sem ég var í ljósmyndatökunni leiðir mig niður stigann og þá ringi síminn og hann er að tala og ég veit að þetta er amma mín sem ég hafði aldrei séð og svo bara líkur þessari minningu, ég man ekki þetta er jólunum bara, en þetta tímabil man ég mjög glöggt og þarna Þannig þú ert búin að ná þér þegar hann leiðir þig niður Já, þá er ég orðið frísk þetta er í fyrst sem ég fer á fætur það er á aðfangadags Er það þessi fjölskylda systkiniðin á myndinni? Já Hver eru þau? Erna var ersta systir mín, hún er nú dáin lestum aldur fram og var félagsáðgjafi vann lengi Kleppið, það var eftir svona orðaði sjálf var í geðbransanum og Bergur, eldri bróður minn hann var svona undir loki var hann hafnarstjóri í Reykjavík og Eggert var ekki fæddur þarna, hann fæddist eftir við komum til Reykjavíkur þannig að við vorum 3 systkini þarna á Ísafirði Og pappinn sem að leiddi þig niður stigann, hver er það?
Hann hét Þorleifur Guðmundsson og var ættaður úr Húnavatnssýslu og Norður-Þingeyjarsýslu og átti sér nú svona nokkuð já, hann eins og náttúrulega margir lenti í því að hann var stóru systkinahópi, 8 systkinin og faðirinn ferst þegar drukknar þegar pabbi 6 ára og hann lendir bara á vergangi. Ég veit ekki hvort það hét niðursetningu þá en lengur en hann allavega þvældist milli bæja bara munaðurlaus og þarna líklega bóðin upp eða ekki þannig nei, ég held að sá tími hafi verið liðin, það var meira ég veit ekki alveg hvort það hét að vera niðursetningur en allavega þvældist hann milli bæja systkinahópur mömmu leystist upp þegar 1933 já, þetta er fyrr sko þetta er 1900 sko, þetta er upp úr frostavettinu mikla já, en 33 að þá var það voru sum systkinin voru flutt á milli bæja vegna þess að það var bauð ykkur já, það kann að vera þetta var alveg fram eftir allri öll já, kannski var það sko, og eflust fengu þá bændur einhverja greiðslu með börnum, ég býst við því en sérst móðurinn fekk að hafa með sér 3 börn í vist sem hún fór í og það tókti mjög sérstakt að fá að hafa með sér 3 börn og þau voru yngri heldur en pappi var yngsti af systkjónum sem að lendi í þessu sko og þetta mótaði hann alltaf fyrir lífstíð eins og við getum ímyndað okkur í dag sko hvaða áhrif þetta hefur á börn og það er ekki fyrir fermingu sem að hann kemst í svona sæmilegt skjól og svo mikið hafði þetta tekið á föður minn að það var ekki ég talaði oft við hann æskans og það var ekki viðlit að fá hann pappa til að tala þessi ár hann sagði bara ég var bara hann eyddi því bara aftur og aftur hann gat bara ekki tala þetta það var mjög sárindi já og síðan bara með náttúrulega dugnaði og helfliki þá safnar hann sér fyrir skóla tók hann nokkur ár hann náttúrulega vinna bara í sláturhúsinu og þú veist og kaupamennsku einhverju svona og tekst að safna sér fyrir samvinnuskóla sem þá var 2 ára nám og þarna meira gat hann nú ekki og farnaðist ágætli í lífinu og þarna og var flutti vestur til Ísafjarðar vegna þess að þar bauðst honum starf hann útskrifast alltaf á samvinnuskólanum á krepputímanum og lítið störf og þá er Héðinn Valdimarsson sem átti þá Olíuverslun Íslands er þá að vill opna útibú á Vestfjörðum og hefur samband við pappa sem þá var nýútskrifur á samvinnuskólanum og býður hann með starf og þetta þótti náttúrulega bara pabbi þótti náttúrulega bara hafa í heiminu höndum tekið að fá svona gott starf og flutti vestur á Firði eða vestur Ísafjarðar og var þá líka skömmu seinna svo komin að vera umboðsmaður hvaða hét fyrir ríkiskip þar að segja þá sigldu Heklan og Esjan og Herðubreið og Skjaldbreið hringinn í kringur landið og með vörur og hann sá móttöku þeirra skipa og seinna er hann reyndar einna stofnundum flugleiða það voru 12 sem að grínast átt með þessu stofnuðu Kommunistar frá Kína og 12 sem stofnuðu Kvennaristan sem stofnuðu þetta félag og þannig að hann sá líka flugið innanlandsflugið vestur á Ísafjörð svo fluttist við suður þegar ég er 7 ára gömul móðir mín var hitt Guðrún Bergsdóttir hún var ættuð úr Breiðafjarðareyjum og Múla og Skaftafellssýslu og hennar faðir drukknaði líka þegar hún var 6 ára og þá byggu pabbi hennar og mamma og þá reyndi hún á Siglufirði og hann drukknar þar og þar meðgur flytti aftur í bæinn og hún var svo ásamt móður sér nokkur ár í Laugardæli með Flóa þar sem að langaði minn Eggert og Guðrún langaði mín réðu húsum og svo giftist móður hann aftur og þá fluttist hún til Reykjavík með móður sinni og hún fór síðan til Danmerkur og var þar í tvisvar sinnum í langri dvöl
lærði þar hárgreiðslu, kom svo heim og fór í hjúkrun en kláraði það ekki. Því að hún var send vestur á Ísafjörð. Því þá voru hjúkrunarnir var sendir á annarkvort Ísafjörð eða Akureyri og svo þurfti að fara annarkvort á Kristneshæli eða hann Vífilsstaði, Berglahæli og hún sérst var vestur á Ísafjörði sem hjúkrunarnemi og þá hittir hún föður minn. Svo það líka verið sendur vestur? Já, öðruvísi samt, hann til vinnu, hún til náms og hann semst þá þótti bara sjálfsagt að hún bara hætti og færi í húsmæðurskólann á Ísafirði. Já, og hún sá nú oft eftir því, talaði hún stundum það hvað hann hefði verið vitlaus að gera þetta. Hætti hjúkrunarnáminu. Hætti hjúkrunarnáminu. Já. En þú naut góðs af því að hún var góð húsmóðir, kom með heitt kakó, var með heitt kakó. Já, hún var ekki mikið fyrir það móðum. Ég ekkert að segja hún hefði verið vondmóðir, alls ekki, en hún synti miklu frekar svona, já, sumir lítið segja svona andlegum þarfum, sko. Hún var ekkert svona dekrandi móðir. Ég ekkert að halda auðvitað sáunum matinn og saumaði á okkur föt og bakaði eitthvað jólakökur og eitthvað svona, en hún var engin svona súper húsmóðir, henni fannst þetta frekar leiðrétt allt saman held ég, eina sem fannst skemmtilegt á svona, þannig fannst gaman að sauma og leiðið yfir ykkur sniðum og svona, en meira og minna fannst þetta hundleiðrétt held ég. Ég spyr hérna fólk líka hérna í æsku hvort það hafi upplifað að vera elskað og velkomið. Já, það var víst ekkert sko í tísku að segja elska þig, eins og núna er sagt við öll tækifæri. Það bara, maður fann það bara á viðmóti og það þurfti ekkert orð og svona, já, alls konar, sérstaklega var ég nú náinn föður mínum, mjög náinn honum. Af hverju? Já, af hverju? Ég skap saman eða? Já, þó var kannski full líkiskapi stundum, en hann var mér alveg afskaplega góður og hann var mér svona næmur og blíður maður pabbi en rauk upp og svona, já, og var svona auðsærður og kannski bara afleiðingar hans æsku og uppeldi, eða uppeldi, hann kannski ekki það kallað uppeldi. En afskaplega blíður og hann var mikill ferðalangur sem var nú ekkert mjög algengt í þá daga, bara gekk allt Ísland og þekkti hvern hól og hæð og það var, ég held að sko, það var ekki verið til það örnefni á Íslandi sem pabbi þekkti ekki, en það var mikið leita til hans sko þarna nöfn og staðhætt og ýmislegt og ég ferðaðist mikið með honum og þarna og stundum finnst mér að æska mín hafi bara verið ein útilega sem er alltaf ígjur, en ég fór gríðarlega mikið með honum og það er mér sko óskaplega dýrmætar og góðar minningar svona í tjaldinu með pappa. Er þú svona útvistarmanneskja? Já, sko mér finnst óskaplega gott að vera út í náttúrunni en hérna og hvað af hverju? Það er bara já, af hverju? Það er svona Þetta er ekki sjálfsagt núna að við eigum öll að einhvern veginn já, ég veit það finna bara guðdóminn eða komið til náttúruna en auðvitað finnum að ég meina bara, þú veist, það var alltaf reynd að það var alltaf tjálda við læk eða foss, það var ekki, sko, það var alltaf tjálda hvar sem var, það var stundum var alltaf farið heim og bóndi spurði hvort það mætti tjálda, en það var ekki svo þessi skipulegu tjaldstæði og bara vakna við lækjarnið og horfa á kóngurúna skríða upp tjaldvegginn og heyra suðið í prímust eða pabbi var að hitta fyrir mig kakó og svo bara hann einhvern veginn sko hann lagði áherslu á það að maður veri ekki að klifra upp á fjöll til þess að afreika eitthvað heldur til þess að njóta náttúrunar útsýnisins og þarna maður þetta alltaf að fara auðveldustu leið og alltaf að gæta fylgstu varúðar og það var aldrei sko, það var ekkit keppi að komast sem hæst eða sem fyrst heldur að njóta og hann kendi mig bara virkilega að þú veist, hann sagði, hér skulum við leggjast niður sagðan og lagðist niður í mosan eða brekkuna og þarna horfa á fuglana, hlusta á fuglana eða leggjast fram á fuglabjarg og eitthvað svona bara þessar stundir átti ég með honum og þær voru ómetanlegar. Og þú lýsir þessu eins og svona
öryggi. Þetta Já. good old times. Já, þetta var já, en svo segir það öryggi, þetta svona kúra inn í tjaldinu, ef það var rigning þá var pabbi að hita kakó inn í tjaldinu, ef það var sól eða gott við, þá var það fyrir utan tjaldið, en hann var einhvern veginn og hann færði mér þá alltaf kakóð í, sko, ég var þá ennþá í svefnpokanum og já, þetta óskaplega mikið öryggi og gott. Samvinnuskólinn var fyrirbrigði sem að Jónas frá Hriflu bjó til. Já. Vegna þess að við sem erum að byggja upp hérna alþjóðahreyfingar, við þurfum að mennta okkar eigið fólk til þess að byggja það upp. Við getum ekki nota þá sem að útskrifast úr einhver verslunarskólum auðvaldsins. Nei. og þeir sem að fóru í samvinnuskólan voru meira að minna að byggja upp samvinnuhreyfinguna og svo hérna í verkalýðshreyfingunni og í hérna fyrirtækjum ríkis og sveitarfélaga. Kennt svona framfarahugsun. Nation building. Já, líkast til. Og þó að faðir minn hafi nú ekki mikið ég held að hann hafi... Var það pólitískur eða? Nei, veistu það, sko, nei. Þó voru bæði pappa og mamma pólitíska tilliti til það var mikið rætt þjóðmál og samfélagsmál, það var mikið talað á heimilinu. En maður, sko, ég var ekkert viss hvað þau kusu endilega. Ég einhvern tíma vissi að mamma kaus þjóðvarnarflokkinn, bara hún var svo mikið á móti hernum og þannig að þau voru ekki svona flokksfólk. En með lifandi áhuga á samfélaginu og pólitík? Já, og svona mér finnst það mikið lesið, talað bókmenntir, skáldskap og svo var svona bara, fólk kunni náttúrulega miklu betur heldur að við kunnum í dag svona samræðulist. Það komið gestir og svona. Það var ofan að hvort fyrir öðru. Já. Við höfum oft velt því fyrir okkur hérna því við erum hérna í svona samtali alla daga. Hvort að það sé kannski það sem við eigum að reyna að þróa, að fólk komi hérna og hafi ofan að hvort fyrir öðru. Það sé eiginlega, það verið það besta sem við getum gert, af því það sé orðið fágætra. Ég veit það er sko, það er bara, svo segir það á að skemmta okkur og við kunnum ekki mikið lengur þetta, það var mikið sagðar sögur af fólki og sko ekki sem ég myndi vera að kalla sig slúður, ég man aldrei eftir að verið að slúður eitthvað svona, já hún er bara ófrísk eitthvað svona, bara svona sagðar ekki svona undiróður, nei, ég man ekki eftir því, nei og ég man, við byggum á Grenimel fyrir vestan og kampurinn var nú fyrir endan Kamp Norsk og ég man aldrei eftir að vera hnýtt í það fólk aldrei nokkuð tíma eða sko neitt af þeim toga en það var mikið sagðar sögur af fólki og hinnum og þessum viðburðum liðnum og núna og bara svona samræður, ég hafði alltaf óskaplega gaman að því og settist átt bak við stól í stofunni skreið bak við stól, hélt alltaf að þetta vissi mamma alveg að ég var bak við stólinn og mér fannst svo gaman að hlusta og fólk tala og En tókst ekki þáttið í sjálfu það? Nei, það var ekkit ætlast þess að krakkar væri að gjamma og það var alveg talað við matarborð og svona, það var oft sagt við mig að ég greiði mitt þegið, þú veist ekkert hvað það tala og mér fannst þetta stundur svo óréttlátt að mér fannst systkini mín njóta meiri virðingar heldur en ég að þau voru eldri en það var svona, þú veist, maður átti ekki að vera að blaðra. Nei. En maður var alveg hvattur til þess að hafa skoðanir en svona, maður átti svona að þroskast inn í það en ekki að finna fyrir þegar maður var barn. Já, og maður væri kannski ekki maður ætti frekar að hlusta en tala. Þetta leggst, þetta að vera barn, leggst svona misjaflega í fólk þegar það eru barn. Já. Ég með sum í minni ætt sem að bara meika ekki að vera barn, út af þessu. Það er alveg sama hvað maður segir, það er alltaf svona hálf hlegið að því, ef maður segir eitthvað gáfulegt og það var að fyndið, og maður segir eitthvað vitlaust að vera að fyndið. Og að vera í þessu sess sem að börn eru mið, sem að maður reynir alltaf að reyna að tala við börn eins og fólk bara. Já, það er bara ekki, það er svolítið erfitt að vera barn. Já, ég upplifði alls ekki þannig, bara ég ætti ekki að vera, það var aðalega bara ég ætti ekki að tala þess að ég hef ekki vit á ég ætti bara hlusta fyrst og nei, mér fannst og ég hef nú stundu sagt það í sambandi við stelpur og uppeldi stelpna og sérstaklega hlutverk feðra í því sem er mjög mikilvægt
að feður eigi að gæta þess að hrósa dætrum fyrir eiginleika. Allt í lagi að líka segja að þau eru sætar eitthvað svona, en ekki gera þær að litlum smáfuglum sem eru svo sætar og yndislegar og þarna svona eins og hann gert að vera Nóru í brúðuheimilinu. Heldur að hrósa þeim fyrir eiginleika. Það hefur mikil áhrif á stelpur. Það gerir fæðið þinn. Já, svo sannarlega. Ég fann alltaf að pappa fannst mikið tilum, eða svona mikið tilum er kannski full stertur orðateki, en hann, já. Það er mikilvægt. Já, það er mjög mikilvægt. Eins og kom fram það sem að Magnús gerir fyrir þig. Já, svo það eru svona unglingsárum sem grafa aftur undan einhvern veginn svona sjálfsáliti, sko. Já, þannig að þegar þú ert hvað við segja svona 12 ára, þá er maður byrjar að átt að segja því að maður mun fullorðnast og er byrjað að velta fyrir sér hvað maður gerir. Hvað ætlaði Þórhildur að verða þegar hún yrði stór? Það fyrir eftir hvað aldrei var. Já, 12 ára. Ég er að reyna bara svona aðeins fyrir sko það einhvern veginn, já, lá alltaf í loftinu því að ég var ágætt námsmanneskja og príðir námsmanneskja. Ég ætti að ganga menntavegin. Það svona vera læknir eða lögfræðingur, prestur. Ég hefði nú eða hjúkruna kona. Nei, það var sko svona það var fyrir kallana, læknir, lögfræðingur, prestur. Nei, ég held að sko einhvern veginn hefði það orðið sko íslenska eða jafnvel seinna jarðfræði eitthvað svona sko sem að hann til dæmis var þetta hvort ekki eitthvað sem að faðir minn hefði viljað læra og kannski var það áhrif frá því. Nei, ég sá mig aldrei sem sko læknir eða lögfræðinga eða hjúkrunarkonu og þarna heldur bara ég myndi ganga menntavegin. En svo álpaðist ég nú inn í leikhúsið og smá saman tók það stærri og stærri hluta af lífi mínu og í rauninni sko lífið ég alveg, mér líka að segja tvöföldu lífi utan leikhúsins og svo innan leikhúsins. Algjörlega aðgreindir heimar. Já, sko og þú ger ólíkur hlutverki inn í sig. Já, og þarna já, það var eitthvað við leikhúsi sem að bara ég get náttúrulega ekkert endilega skilgreint það sem dró mig svona að og ég fekk mikið að því að maður alltaf bara hagaði sér mjög vel og að svona þvælast leikhúsið sem við í ballettunum áttum í rauninni ekki að gera. Það var enginn sem amaðist við mér en það gætti ég þess að vera aldrei neinu til ama eða fyrir eða trana mig fram. Þannig að ég hékk mikið sko bara inn á sviðinu og horfði sko á leikrit úr vængnum eða í ljósastúkunni sem okkur var harbanað að vera í. Það passaði maður sig að halla sér ekki fram svo maður sæist ekki úr salnum og þarna og ég var mikið inn á sminki hjá Haraldi Adolfsinni sem var svo hétt þá förður og hárkollumeistari, yndislegur maður sem að tók miklu ástfóstri við mig og var mér góður og ég átti við hann svona langar samræður leikhúsið og lífið og það var svona, já, þannig og svo var ég mikið inn í hotstofu eins og það hétt þá, það sem að var svona kaffikona sem heit Guðrún sem að hann sá kaffi fyrir leikarana og var alltaf með svona heimabakað og þar svona satt ég gjarnan út í horni og hlusta á leikarana að tala sem ég fannst afskaplega merkilegt og mér fannst alltaf mjög gaman að hlusta á fullorðið fólk tala. Ég bara áttaði mig á því seinna að mér fundist börn ekkert skemmtileg nema bara til að vera með í leikjum í svona útileikjum. Það var þetta skemmtilegt á vissum aldrei en ég undi mér miklu betur í viðvist fullorðina og þannig að ég svona dvaldi bara öllum stundum í leikhúsinu. Þetta er svolítið lýsing eins og að þú hefði farið í sirkusinn og eins og það er að vera að lýsa það er bara heimurinn já, það var heimurinn og þetta ekki að vísa til sko leiklistarinnar eða ekki, sko, þetta er bara einhver veröld sem ekki beint, bara einhver veröld sem var veröld sko blekkingar og ég vil ekki segja ævintýra endilega en blekkingar, það var eitthvað sem mér fannst mjög merkilegt að sko mér var svo merkilegt að standa í vængnum eins og maður segir sérst á hliðasviðinu
og við hliðina með kannski var einhver leikari sem jafnvel spjallaði við mig eða eins og fólk gerði þá stóð þarna reykjandi og hann var furðulegt sko, reykt bara inn á sviðinu sko. Og svo bara allt í henni gekk hann inn og varð önnur manneskja. Mér fannst þetta svo, og sem þetta blekking. Og það var eitthvað við það, einhver að maður færi út úr raunveruleikanum og bara byggi til annan heim. Það var eitthvað svona sem ég fannst svo heillandi. Og ég maður með setti því sem var mjög skrítið að þarna voru oft leiktjöld sem voru svona, það var bara svona smíðaði rammar og svo svona strengdu stríi og striga var málað eitthvað svona og mér fannst alltaf svo, og þannig að þegar það var gengið hurð þá skalf alltaf allt og það fannst mér svo æðislegt í stað sem ég fyndist það hallærislegt sko. Það var eitthvað merkjum einmitt blekkingun, þetta væri gerviveröld. Og letið að í ljós þetta væri blekking. Já. En samt látum við blekkjast. Já, og þannig að þetta var svona, já, svo var ég í mínum ballettímum. Það byrja aðeins varandi þannig að leikara sem lappar inn á svið og verður ykkur annar. Já. Skilur þetta að þið geta ævintýrlegt eitt skipti, en ekki aftur og aftur? Jú, það er alltaf jafnmerkið. Mér finnst það ennþá jafnmerkilegt. Nei, það er þetta einhvern veginn, já, verði einhvern veginn vitni að þessari umbreytingu og ein leikon sem ég að tiltaka sem var svona frekar álappaleg til fótana og svona bylti innskeif og svona, en leið hún steigur á sviðið og hún var svona, já, hún var svona frekar, hafði ekkert svona góða holning hvað slít, þá bara breyttist hún öll og hætti að vera innskeif og þarna, já, og hún bara breyttist alltaf í aðra manneskju, mér fannst þetta mjög merkilegt. En svo var annað og það var tónlistin, því að þarna náttúrulega í ballettími og þá var alltaf sko spiluð klassísk tónlist undir í tímum. Þannig maður vandist alltaf mjög fljótt á það að svona hafa fallega tónlist í eyrunum, ekki alltaf vel spilað, alltaf glamrað svona. En svo sko var ég mikið að dansa í óperettum og óperum og það já og annað líka sem að þá var symfónían var þá staðsett í Þjóðleikhúsinu. Og hélt symfónitónleika annarkvöld 50 og líklega svona 12 ára og þá fer ég að fara upp á efstu svalir sem að þá voru í Þjóðleikhúsinu og hlusta á þessar symfónitónleika sem ég fannst, ég veit ekkert hvað sem ég fannst gaman en einhvern veginn jú, það er bara hluta af þessu einhvern veginn að eitthvað var að gerast þarna, ég veit það ekki. Hérna með að breyta sér. Þegar þú varst að tala þá, hérna, það myndu Bob Dylan í bíó. Það er ein góð setning hérna í henni. Kannski fleiri, ég veit ekki, en hann það er eitthvað að tala að ætla að fara að finna sjálfa sig á Ítalíu. Já. Og þá segir hann, finna sjálfa þig, þú bara finnur þau upp. Já, það er bara algjör mér að miskilningur að finnur sjálfa þig svona það gerði bara, það verður bara svo vilt. Já, það hann maður sem ég þekki sagði líka konu sem var í svona mikill sjálfsleit og segjum bara hann veiti Sigga, hún hét hann ekki. En þá sagði þessi maður, af hverju fer hann bara ekki að tala við Siggu? Sérst bara sjálfa sig, hvað er að fara á alls konar námskeið og vesið til að finna sjálfa sig. Hún er það sem hún er, það er ekki að finna. En þetta með blekkinguna geta breyst svona, sem náttúrulega er töfrar. Já. Ég bara velta verið hvaða árið það eru, Dylan hefði hort á þetta og sagt, já, ég bara get verið það sem ég get, þarf ekki að vera með þessa holningu sem varst að lýsa á konum, ég get bara verið ykkur annar, já. Það er ekki þannig blekking sem þú varst að horfa á, það var frekar einhvern veginn svona eins og frekar að ganga úr þessum heimi inn í annan eitthvað. Þó svona þessi blekking, eitthvað gerfi heim, hörðin lokast að það hristist allt, þannig að mynd á það þetta er þykjasta. Já. Samt er þykjastan sönn. Já. Það er eitthvað í því sem er í því felst sko í rauninni fegurð leikhússins að ef vel tekst til að hún leiður okkur inn í heim sem að sko er sannur meðan hann er og af því hann er ekki okkar raunveruleiki að þá getur hann borðið svo margt á borð fyrir okkur sem við myndum ekki sko gera í raunveruleikanum.
og það þarf hann að segja okkur að hann sé blekkingileiðinni, að við vitum að það snýra þér hérna stástofa, að við vitum að bakvið það bara pappaspilt. Já, og þess vegna svo mikill munur á ég hafði sér að fara út í svona tæknilegt svona naturalistisku leikur, hann skilar ekki þessari blekkingu af því að hann hermir allt of mikið eftir raunveruleikanum. Það sem við getum kallað raunsæi, það þá þykist að vera hermið raunveruleikanum en erum með þetta öðruvísi. Og þetta er þetta svona flókið tæknilegt, en þetta á þessu samt mikill munur. Að maður tala nú ekki alls konar leikir sem aldrei myndi maður geta kalla Shakespeare raunsæjan, eða þú veist að raunsæjisleikur er náttúrulega bara fáránlegur í Shakespeare og býður upp á alls konar leikhús, brögð og tricks og allt mögulegt sem aftur til mig Tjekhov, það er voðalega erfitt að komast frá honum þú auðvitað í mismunandi uppsetning. Því að samtölin sem eru þar er það sem að fólk er að tala sín á milli. Og meðan í Shakespeare er fólk að tala eitthvað þar innan djúpum sálarinnar og það meikar enga sens þessi samtöl. Akkurat. Það er enginn sem tala svona á einhverju kaffihúsi. Nei, og þarna og einmitt þú segir það er löng eintöl sálarinnar og það er ekkert raunsætt við formið, hvorki ljóðformið eða stílin eða málfarið eða nokkuð skapaður hlut. En Tjekhov aftur auðvitað hefur séð 1000 mismunandi útfærslur á leikritum, en þau eru í grundvallar atriðum er lítið hrófla við honum vegna þess að hann er svo hann er viðkvæmur hann er svo þó að þetta gera allt mögulegt, að ég veit ekki nú Þú verður bara að stilla hann upp svona cirka eins og hann er. Já, já, og finnur alls konar ytri aðstæður og allt mögulegt og auðvitað mismunandi túlkurar af persónum og svo framvegis. Og Jón reyndar ný að sjá einleik á breska þjóðleikhúsinu, eða reyndar þetta sem var síðan í Bíó Paradís á Vanja frænda eftir Tjekhov, það sem einn maður sem leikur það er alveg ótrúlegt að horfa á hann og þannig að það er svo hægt að gera margt en það er grundvallar munur þarna og maður tala nú ekki þú ert komin í Amerikanana þeirra bylgju Miller og Tennessee Williams og undan þeim Judson O'Neill og síðan Edward Albee og þetta helsti að þeir eru mjög þeir skrifa mjög raunsæjan stíl en af þeir eru skáld að þá auðvitað eru þeir inn að gæsa brenglu mynd af veruleikanum hvað þeir láta gerast og í hvaða samhengi og það er ekki eins og lífið er en ef vel til tekst og við horfum á það þá finnst okkur það vera eins og lífið er en þeir geta komið að svo flóknum samskiptum og skoðunum og öllu mögulegu á þess að tróða því hún í kokið á okkur og láta okkur finnast það vera sannleiki. Já, og sannara heldur en að við gætum upplifað í lífinu utanfrá. Því þannig er eitthvað svona innri sannleikur. Þannig að flettist ofan af personunum og eitthvað svona drífur þar áfram. Og það er óheimi svona flókin atburðarás oft í Miller-leikritum. Þannig að við tökum bara ég ætlum ekki að fara að reka ykkur leikrit eftir en ef við tökum bara Hort frá brúnni það er náttúrulega tæft á það er náttúrulega bæði innflytjendamálin sem er alveg sett í samhengi á þess að sé eitthvað svona vera góð við útlendinga eða ég er á móti útlendingum það er sett í persónulegt samhengi mann sem berst við tilfinningar með á móti og af hverju það tilfinningar stafa það er tæft á barna eða sifjarspettmálum aftur er það innri baráttamann sem hann gerir sér ekki grein fyrir og yfirfærir á annað og þetta verður allt mjög flókið en þarna það kannski má segja eins og í sjálfstæðu fólki ég meina Bjartur sem að svona kemst nú nærri ýmsu á þess að sé alveg leitt til enda og ekki gert það svona allt sett á borðið þú veist hérna hefur þetta alveg svo að það er og þetta er þetta bara eðlis skáldskapar. Hefur þú sett upp fólk? Nei, það stóð tæft einu sinni. Ég er alltaf að bíða eftir því að svona réttur Bjartur sem settur upp. Hvað kallar réttan Bjart?
Ég fyrir alltaf að rífast við leikritið þegar ég er að horfa á þetta. Já, af hverju? Æ, ég veit ekki, ég ætla ekki að fara að tala um það. Nei, já. Það er bara gaman að þetta er náttúrulega stór persóna sem er að tólka á mismunandi hátt. Já. Mér finnst það orðið til svona uppsetningar hefð á að hann sé, þú veist, að fá áhorfendur til að hlæja með honum svona. Sem að mér finnst ég myndi setja hann upp sko hvassari. Ég sagði þegar ég horfði á There Will Be Blood sem er gert eftir bókinni Oil eftir hann leikur þetta Daniel Day-Lewis. Þá hugsaði ég, þetta er Bjartur sem ég myndi vilja sjá. Sem er svona maður sem tortímir öllu. Já, hann er það. Það er ekki þetta skrimslið í honum sem er svona meira ábyrgandi. En það er alltaf sérkennilegt. Við viljum sitta, því við erum Íslendingar og elsku Laxness og húmórinn og svona, við viljum sitta út í sal og hlæja af hvað Bjartur er orðheppinn og hvað fleira. Já, það er nú sko, mér finnst það nú ekki, ég hef nú séð 3 uppsetningar sko. Mér finnst það nú vera æri misjafna sko. En aftur á móti sko lengi vel var talað alltaf um Bjart í sumarhúsum eins og hann væri hetja. Hann er nú fallinn af stallinum held ég. Ég held að þetta er nú engum lengur í huga að segja hetja. Hann er náttúrulega ótrúlega skildur Billy Loman í Sölumæður deyr. Þeir eru svo skildir sko, keppandi að einhverju vonlausu marki haldandi að hinn stóri ameríski draumur eða íslenski draumur eða hinn kapitalski draumur eða hvað það geti ræst og þeir séu fullgildir til að hlaupa upp stigan eins og leik sem þeim er bara ekki boðið er bara ekki boðið en eru að vannmætt að reyna að leika og í reyninni eyðileggja allt í kringum sig í leiðinni. Þetta er svo ótrúlega líkar sögur. Þannig að ég er ekki fyrst þess að nefna líkindi milli Billy Loman og Bjarts. En þegar þú varst þarna í ung stúlka eða unglingur í leikhúsinu og á svölunum og horfa á, það varstu líklega að horfa á æfingar líka og svona. Já, mikið að horfa á æfingar. Varstu þá að horfa á leikstjóra að vinna? Já. Og hvað, hafði það áhrif á því seinna? Var þetta skóli? Ég veit það ekki. Ég átta mig ekki á því sko. Ég horfði nú meira á sýningar heldur en æfingar því að æfingarna voru alltaf yfirleitt á daginn þá er ég í skólanum sko þannig að þetta var nú meira minn á kvöldin sko en eitthvað horfði ég á og þarna og ég maður þetta mér fannst afskaplega mikið til þegar Baldvin Halldórsson sem var mér afskaplega góður að þarna þegar ég var barn að labba vera samferða honum heim hann bjó vestur í bæ eins og ég og hann talaði við mig svona eins og ég væri fullgildur álitsgjafi og hvað mér hefði fundist og svona ég held að hann hefði bara verið að gera það fyrir mig að svona, bara vera góður við barn og þannig að ég fann afskaplega mikið. Kannski fannst hann bara gaman að heyra. Já, kannski fannst hann það, ég skal ekki segja það. Það getur verið mjög gaman að horfa á list og svona í gegnum augabars. Já. Þegar börnin nenn að koma með manni á listasöfn, það er ótrúlega gaman en svo kemur allt í einhvern tíman, kannski 11 ára þá segir bara nei og vilja ekki því að þetta er náttúrulega ekkert leiðilegra fyrir barn heldur en að labba listasöfn. Já, einhvern tíma einmitt var ég með eina dóttur mín á listasöfni og allt í hrópað hún á mig þetta og sagði, þetta er svo ógeðslega leiðilegt. En fram að því að þá er að horfa á sem maður kannski sé 1000 sinnum og allir alls konar fyrirfram dómum svo þetta allir með einhverju sem er aldrei séð á það er náttúrulega ævintýralegt það getur verið þess að spyrir maður ég var svona annan með barnabatt á Kjarvalsstöðum síðustu helgi hann kom inn og leiti ykkur og sagði þetta er svona creepy það var Hallgrímur Helgason já, það getur vel verið að það hefði verið en yfirleitt tók maður ekkert mikið þátt í samræðum, ég var áhorfandi og svona. Það varst heimavön leikhúsinu? Já. Og þetta var svona heimur sem að þú þekktir? Já, og svo fannst mér, og svo eins og ég segi, hafði mikil áhrif til þess að ég var Rigoletto. Það fannst mér alveg sko stórkostlega upplifð, við dansuðum ykkur í veislu hjókar, hann kíkar yfir, jú. Og þá var ég yfirleitt á sviði allan tíman og hlustaði á tónlistina og sko ég gæti sungið Rigoletto frá upphafi til enda á allar raddir en
en þá varst mér svo gaman að hlusta ég man eina sýningu ákvað ég hlusta bara á fiðlurnar og þarna og mér fannst þetta algjörlega stórkostlegt sko. Ég gleymi ekki Guðmundi Jónssoni þegar var þarna með hrossabressið sem leita tildu og já, þetta bara eitthvað sem hafði mikil áhrif á mig. Og ég og bróðir mig, eldri bróðir mig, við deildum áhuga á óperum, gáfum hvort það eru óperur, plötur, jólagjóð og svo, þegar vorum unglingar. Deildum daldið svona hver væri bestur og slis. Og þannig einhvern veginn var þetta nú snemma með mér að hafa bæði áhuga og þykja mikið til óperur. Og varstu þá vissum að þú ætlar að finna þér eitthvað starf? Þetta bara smá kom. Svo eftir landspróf þá einhvern veginn var ég búin að ásamt 2 vinkonum mínum á ballettinu vorum við búin að ákveða, höfum við náttúrulega verið hvattar af erlendum kennurum sem komu að fara til útlanda og ég fór til London til náms í konunglega enska ballettskólan og þarna Hvað gömul? Þá er ég 16 ára Og ein í stórborginni? Við fórum 3 ár saman. Já, og það tóttu nú ekkit, það var ekkit venjulegt á þeim tíma. Og þarna, og það er ekki eiginlega síður venjulegt í dag að 16 ára börn sé að fara út í nám. Nei. Það er miklu eldri núna. Já, það er sko, núna er náttúrulega sko Það er að klára menntaskóla. Já, það klára allir menntaskóla. Það er að láta listafólk vera að klára menntaskóla. Já, það er nú það sko. Starffræði og dönsku. Og ætlaðu ekki að segja að menntun nýtist þér í ýmislegt svo þú gerir hvers svo sem vettvangurinn er. Það er náttúrulega rosalega, geta verið gjöful ár í svona... enda náttúrulega í mörgum löndum eru sérstakir skólar fyrir börn í listum og það sem þau sko ganga þá í gegnum almenna skólakerfið en eru... Hérna er menntaskólinn í tónlist er svona, þetta minnir í því og hún fer í MH og klárar starffræði, dansku, íslensku og ensku held ég. En annars er hún bara í fögum sem tilheyra tónlistarnámi. Það væri mjög ídælt fyrir marga. Það er ekki allir sem kannski uppgöta 15 ára gamli eða vilja feta eitthvað á svona braut. En svo kom ég reyndar aftur heim og fór í menntaskólann í Reykjavík og kláraði sem hétt á 3. bekku sem myndi líka heita 1. bekku núna. Byrjaði som haustið, fór svo aftur út til London, þetta er alltaf flókið sko og kom svo og settist við svo seint í 4. bekk og hætti eftir viku. Mér fannst þetta bara svo leiðilegt. Ég hugsaði stundum með foreldra mínir, þið tókuðu svo allir með þegjandi sko bara, sko, þess að ég skildi ákvaða hætti í skóla eftir landspróf og fara út og svo þetta, bara hætta bara í mennta og þú veist þessu ekkert væri. Það var aldrei sagt orðum þetta. Þótt að vonin væri að þú myndir ganga menntaveginn. Já, en ég held að meira það skipti meira máli að ég réði sjálf mínu lífi. Og ég man að því ég var að taka þess ákvörðun að fara út til Englands sem var erfið ákvörðun að þá langaði mér svo að pappa og mamma tækja af skarið og taka frá mig þennan bikar að velja sjálf að þau myndu bara ákveða hvernig þetta vera en þau gerðu það ekki. Og hver ákvað? Nú ég bara varð að ákveða þetta sjálf. En ekki að svona ígrunduðu máli en svona sömuleyti svona ég gæti gert hvort tvekja? Já. Og leta kilfur á það kasta? Já, kannski var þetta ekkert sko hugsað endilega til enda heldur bara, maður var ekki 15-16 ára gamall þegar maður var að taka þessi ákvörðun sko en þau skiptu sér ekki af því og bara hvað sem að þú mynd þau gerðu hvorki að letja með að hvetja þau í raun og veru bara skiptu sér ekki af því bara það sem þú verður bara ákveða það sjálf þólundu mín Ok, en þú ert læri dans Það er ekki svona beint pláss fyrir það á íslensku leikhúsi? Nei, það var ekki neitt sko. En ég var líka alveg búin að gera mig sko grein fyrir því að fyrstanlega var ég ekkit sko sniðin fyrir sko klassískan ballett.
Ég hafði að vísu afskaplega fagra fótleggi. Svo skiptir máli Já, en öðru leiti og handleggi en ég hafði ekki góða líkamsbyggingu fyrir dans, sko. Það er alltaf leið mótn dansin, ekki klassískum. Þannig var eiginlega bara klassískum. Já, og þarna... Þessi ballettheimur sem Tchaikovsky músík. Og ekkert hefði ég getað hugsað mér, sko, leiðinlega heldur en að vera, sko, 13. svanur frá hægri, skilurðu. Nei. Ég vissi alveg að ég myndi aldrei verða eitthvað svona príma ballerína, sko. Þannig það var ekki draumurinn að fara út og fá samning á... Veistu, þegar ég fór út, ég veit ekki hvaða draumur það var, ég held að líka bara við eitthvað að fara til útlanda, bara eitthvað svona... Hvaða ár var þetta í London hana? Ég fer út hausti 61. Bítlarnir sló í gegn árið eftir? Já. Og þarna gerðist ímest þetta þarna, til dæmis þessi fræga Ban the Bomb, þarna mótmæli, sem voru það svona gríðarlega, þú kannski hefur ekki heyrt það. Nei, það var þegar fólk væri að mótmæla, það var svona fyrstu og heildist stóru mótmælin gegn kjarnorkusprengjunni og þarna var það var svo undaldi, ég þvældist þarna niðrittir, ég hafði ekki hugmynd um þetta því maður alltaf talaði enga ensku, það var ekki svo núna þess að maður kunni bara yes og no og ekkert annað, sko, og því að það var ekkert svona ensku skotið umhverfi svo nú er allstaðar og einhver hluta vegna, þetta var á laugardegi, held ég frekar en sunnudegi, þvælist ég hérna niður eftir og þá er bara gríðarlega mannfjöld á Trafalgar Square og síðan bara fer allt í uppnám, það kemur bara lögreglu og hestum upp allar götur, sko, og svona þrengt að mannfjöldunum og ég held að ég hafi nú svona forðað mig, ég var þá hrædd, það gekk svo mikið á, en þarna var fullt af fólki handtekið og meðan hans Bertrand Russell sá frægi maður og vann þessa Redgrave, það las maður svo í blöðum seinna. Miklu fríðarsinnar. Sem eru ekkert svo margir í dag einhvern veginn, það er mikið svona stríðsstemming í öllum. Það er mikil stríðsstemming því miður. Fríðarsinnar hafa svo sem aldrei verið vel séðir í neinu samfélagi en Fyrst á stríðstímum, þá eru þeir bara handteknir. Þeir eru bara handteknir, þá eru þeir bara föðurlandsvikarar og já, og þeir eru heldur ekkert vel liðnir utan stríða heldur því þeir náttúrulega leggja áherslu á það, já. Það sagði einhver að vera fríðarsinn á milli stríða er svona svipað og vera vegan á milli máltíða. Það er svo miklu auðveldra. Það er bara að vera maturinn kemur og þá verður erfiðara. Já, það er nú það, já, en ýmsir héldu nú út samt. En það er ekki bara með, sko, friðarhreyfingar, það er náttúrulega bara svona almennt með alls konar bæði kvennarhreyfingar og bara félagsstarf sem yfirleitt er miklu erfiðari núna heldur nú var og minni svona almenn þáttaka í viðveru. Þannig að mikil þáttaka á samfélagsmiðlum en hún er náttúrulega mjög oft, sko, einhvern veginn dreifð og ekki og svona eða sérst með lítinn fókus heldur svona bara hver er bara svona að segja sitt en miklu minni það að fólk komi saman til þess að mótmæla eða efla hugi saman eða eitthvað slíkt, sko. Getur verið margbrótið af hverju það er svoleiðis svona mikil munur ef við tökum bara þarna 7. áratuginn. Já. Þegar þú ert að komast til vitt svo ára og svo í dag og það er meira áreiti stundum sagt líka það að við lifum á þeim tíma þá sameinaðist þjóðin bara kvöldfréttir ríkisútvarpsins. Já, nákvæmlega. Öll í sama menningarheiminum. Já, sem að það auðvitað skiptir miklu máli. Lásum meira minna sömu bókubækur þegar þú varst á bakvið þarna skáp að hlusta á fullanda fólki og þá vissur að þú þyrftir að lesa allan Laxness og Þórberg og Íslendingasögurnar og til þess að fá að taka þátt. Já, til þess að vera svona gjaldgengur í þessu, já. Það er einn menningarheimur, sko, já. Það er ekki lengur. Nei, það er mikill og svo hefur það bara dregið úr öllum svona í rauninu öllum mannlegum samskiptum, sko, þetta þannig að við séum meira og minna svona bara í okkur eigin heimi hérna með. Já, það sé mikið og mér finnst bara, sko, þetta er á öllum sviðum, sko, mér finnst bara alveg óþolandi í raun og veru til þess að það var svo gott að koma inn í verslu það sem að, sko, sá sem stóð við búðaborðið svo þá þekkti þig og það var notalegt sama þegar þú fórst út í banka og þú þekkti þennan gjaldker og hann vissi allt því fjármál
og sagði, þú veist, alveg að fara fram hér og reikningum og tóldur, eitthvað svona. Núna náttúrulega bara hittir maður engan og sér engan og má helst ekki tala við neitt og þetta sko sem að ég held að sé svona bara óholt fyrir mannlega samskipti, hvað við hittum slíti barnmis í svona daglegu þörfum. Ég menn ekki hvort ég hef sagt frá því að ég fór á heilsuhælið í Hveragerði, af því að ég ráður að skipta mjöðum í mér, ég svaf eiginlega svo illa, ég vaknaði bara alltaf á kortersfresti og var alveg að vera bara, þannig ég fór þar að ég vonum að geta fundið eitthvað svona jafnvægi. Það var í COVID og þá var það þannig að það kom ekki COVID þar, þannig að ég var þarna inni bara, það var bara aðeins öðruvísi stilt upp hlaðborðinu, en annars var það bara venjulegt og þannig ég var bara í svona samskiptu við ókunnuga og svona heilsuhæli, þannig að maður ekki horfa á sjónvarpið á svona kvöldin, þannig að maður labbaði svona á milli og fekk eitthvað fólk til þess að segja sig bara ævisögu sína og var í svona samskiptu við ókunnuga. Svo þá var þetta kona mín sótti mig svo og þá var hún að koma frá Reykjavík þar sem höfðu verið bara allt lokað sko. Og þá fann ég á leiðinni yfir Hellisheiðina sko hvað það að hafa verið í þessum svona tilvílanakendu samskiptu við ókunna, hvað það raunverulega ríkur þáttur í bara félagslegu heilbrigði okkar. Það það sko, það ég held að sko þessi mikla, hvað maður að kalla rafræna, hvað heitir þetta? Digital eitthvað, sko sé ekki gott fyrir heilsu okkar, bara fyrir andlega heilsu okkar, vegna þess að við höfum þörf fyrir samskipti og maður manns gaman og það að horfa í augun á þeim sem þú ert að tala við en ekki alltaf bara mér finnst algjörlega segjum bara sérstaklega hjá borgin ef það er ekki nokkuð lifandi leið að maður megi koma þar inn og helst má maður ekki, það alltaf bara sendu skilaboð og svo fær maður einhver stöðli svör ef maður þá fær þau. Þetta alltaf algjörlega óþólandi. Ég segi stundum líka í óþóla með minni fyrir ekki að þú varst á launum frá mér. Það er líka auðveldara að hafna fólki. Miklu auðveldara, þú hleypir því aldrei að þér, bara þarfst ekki að horfa á það. Það er bara, reglurnar bara yfir svona og þú getur séð þær og Þetta sem við erum að gera hér er svona sem heitir blogg, heitir podcast. Og ég segi stundum að það er svona eins og síðað blogg, þannig að í bloggi þá er þetta að skrifa eitthvað og það sem þú tala við bara einhver, tala út í tómið. Og svo færðu alls konar svör eða ekki svör. En í podcasti þá það sem þú segir að þú verður að segja við eitthvað sem er manneskja. Þannig að þá bara verður til svona síðun sem ekki í samskiptu þar sem þú veit alltaf ekki að tala við neitt sérstakann sko. Og við myndum líka tala öðruvísi saman ef ég var heima og þú hefði bara hringt í mig. Jafnvel þó ég væri þar á einhverju kameru í tölvunni minni eða eitthvað sko. Það er öðruvísi. Maður sér þetta alveg mun í sjónvarpinu kannski að tala við eitthvað sko, þessi stattur þarna. Við finnum það hér að við stundum erum við með samtöl í gegnum Zoom og við segjum sér svona að þau þóla ekki þau hafa ekki sömu burðargetu og svona samtöl. Það vantar einhverja vídd í þau. Það vantar bara þetta maður við mann. Og það er mest hægt að tala þannig eitthvað sem er bara ákveðið, það er verið að reyna bara eitthvað upplýsingar en eitthvað sem er að vera svona fást við manneskjuna eins og við erum kannski reyna hér. Það er eiginlega vonlaust í Zoom. Það gerur ekki sko. Nei. Herðu, en það er annar munur. Þarna ef við tökum 7. áratuginn, þegar þú kennst í Vits ára. Þar voru náttúrulega fólk sem eins og þarna voru að mótmæla kjarnorku sprengjum, hafði trú að því að geti breytt samfélaginu. Þar voru að rísa upp kvennarhreyfingar og þær hefðu bara trú að því að geti breytt samfélaginu. Þar var náttúrulega kannski, þú segir að kvennarhreyfingi sé eitt ævintýrlegasta bylting sem hafa orðið. Bylting svartra í Bandaríkjunum sem eiginlega berjast fyrir því að vera eiginlega bara búfénaður yfir því að vera fullgildar manneskjur náttúrulega bara eina þessu stórkostlegu byltingum. Þannig er þetta allt í blússi, rosalega trú á því að við getum breytt samfélaginu. Ég held að það sé ekki sríkt í dag sko. Að ég held að fólk upplifið að það sé bara mjög klift frá möguleikum á því að hafa áhrif á samfélagi sem það er. Ég sko já og nei, ég kann ekki alveg að svara þessu en ég allavega eitthvað sko Við sjáum þetta ekki fallandi kostningaþáttöku, minnkandi félagsaðild. Það er svo bara fólk hafa minni trú á því að félagsleg virkni. Þetta skipti einhverju máli, kannski sko
Já, ferðlarnir eru orðin einhvern veginn svona lýðræðislegu ferðlar eru miklu ákvæmt í komin í sko við tölum stundum stofnanavætta kvennabaráttu að þarna hún er öðru vísi, hún er ekki grassóttar barátta þá er hún komin svo inn á lagasviðið og allt gott það að segja. Segir við þig, Þórður, já, við erum bara róleg, við erum að vinna í þessu. Við erum að vinna í þessu, sko, við erum hérna með svona lagaramma og eitthvað allt gott, eins og ég segi, ég ætla ekki að lasta það, en þetta tekur frá þér baráttun, ef þú skilur hvað ég vil. Og ég held að þannig sé á mörgum sviðum, þetta sé svona í einhverjum ferli minni, í einhverjum stofnunum og þú ráðir svo sem litlu þetta. Enda finnst mér nú ekkert mjög mikið hlustað á almenning. Ég held að í borgina sé nánast vonlaust fyrir borgarar að hafa áhrif á segjum eitthvað í skipulagsmálu, það er bara ekki hlustað. Held ég ekki. Kannski á einhverjum svona fyrirstigum, ég skal ekki segja, en ég held að við höfum ekki mikið aðgang að þessum kerfum. Man gæti sagt að valdið hafi fundið leiðir til þess að lifa við þessu og kæfa niður. Já, ég held það. Hvort að það var sko markmiðið, veit ég ekki. Ég efast reyndar það að það hafi verið markmið svona stjórnsýslunar að þarna, en óneitanlega er hún þannig tekur þetta frá okkur ýmist þetta, en við fáum þetta líka ýmist þetta í staðin, það er ekki það. En svona almenn þáttaka, aktív þáttaka er miklu minni að öllu leyti, heldur nú var. Þetta var einhver leyti að verða svona töfra áratugur. Ertu að tala um 8. eða 7.? Já. Að til dæmis að þarna koma sko til mennta heilu kynslóðum af fólki af lágstéttarheimilum. Já. Og kemur inn í kannski svona mennta umhverfi, við erum að tala um breytinguna, kemur inn í svona mennta umhverfi sem var kannski sniðið að efri stéttunum, þar sem að ungt fólk fór og fari í námi en hafði gott svigrúm svona til þess að finna sjálfa sig eða hvað það var. Vorum þess að dæmum að fólk væri interrail var til svona kópering af svona heldri manna sporti að fara og finna sjálfa sig í ferðalagi Evrópu. Stúlkur á velstæðum heimilum voru sendað til Brighton til að læra ensku eða Eastbourne. Já, þannig það er eitthvað svona og þá koma verkamannabörnin öll þarna upp í þetta og þá verður náttúrulega algjör bylting við því og líka bara eina af frelsisbaráttunum er ungt fólk vill fá að vera ungt fólk en ekki bara kópering af fá ungt fólk og fá sitt pláss í samfélaginu. Já. Og upp úr því sprettur náttúrulega alveg ótrúlega margt. Þá finnst mér mikið gert grína hippónum, þeir voru bara eitthvað svona, það er bara spratt alveg ótrúlega margt upp úr þessu og þó að þeir hafi margir enda bara eins og var sagt sko, bara á skrifstofu jakkafötum sko, þá spratt alveg óskaplega mikið upp úr þessu bæði umhverfishreyfingar, friðarhreyfingar, kvennarhreyfingar og allar mögulegar hugmyndir sem spruttu upp úr þessu andrúmslofti friðar og frelsis og það getur vel verið að það sé óskaplega barnalegt að segja sko make love not war en það er samt í því grundvalla sannleiki. Að viti sem þú getur sagt. Það er bara, já, það er nefnilega akkurat það að það er eina vitið er að segja það og þarna og þarna náttúrulega Víetnam sem að þetta kalla þá sko gríðarlega hugsun og þáttöku ungs fólks til mótmæla þarna einhvern veginn sést svo greinilega því þeir voru bara litlir svona heimaaldir strákar frá Bandaríkjunum sem allt í nú voru staddir hérna í Víetnam og vissi ekki hvað það svo stóð verið drepnir unnvörpum þetta setur svona stríð í eitthvað svona og því það hefði heldur ekki þetta sterka föðurlands hérna að þetta hafði alveg gríðarleg áhrif og áhrif á þáttöku það er mikil pólitísk þáttaka þannig er alltaf öll vinstri-hreyfingin svona hana því miður meira og minna klofna alltaf í smæri einingar er mikil pólitísk þáttaka ungs fólks. Kannski vinstri-hreyfingin klofnar það voru kannski komið út í svona 8. áratuginn. Já, hún alltaf hérna á Íslandi. Já. En það er meira sem er að þarna í gangi, þarna verður til svona listahreyfingar sem að það er eitthvað svona stofnana leikhús og það er stofnana hitt og þetta. Já.
og svona kommersial hitt og þetta, en hann verður fólk bara býr til sín eigin leikhús og svona, við svolítið verður að ræða þetta undanfarið því að fækkar alltaf svona listamannareknum rýmum bæði í leikhúsi og Gaflarleikhúsi var að loka það var bara eitt í hótel og þau segja mér svona krakkar að það er eiginlega ekki hægt að komast inn eins þar af því það er bara hóteli búin að taka þetta allt saman eða á að græða á þessu öllu og það er saman sagt í myndlistinni, það er eiginlega alltaf til listamannarekin rými lengur sem að voru bara hellingur af fyrir ekkert svo lengur síðan. Það var aldrei hægt að fá neitt sko þó það væri til. Þannig að ég maður að þegar að við vorum nærri, alþjóðleikur vorum nærri komin inn í sjálfstæðishúsin hérna í Vesturvöll, það svona munaði bara hársbreytt og svo var því bara breytt í mötuneyt til Landssímans, það þótti það bara einhvern veginn betra og merkilegra og nauðsynlegra og síðan var þetta skemmtistaður og svona, þannig hefur hver staður hann að fætur öðrum svona horfið inn í einhverja annarkvort svona skemmtistaði eða einhver aðra starf sem heldur svona sviðslistir. Það er nú einhverju krakka núna að reyna að fóta sig í háskólabíó og það var nú reyndar, þannig ég sá þessa hugmynd fyrst hjá Þóru Einarsdóttur söngkonu sem stakk upp á því að háskólabíó er gert af svona menningarmiðstöð, þannig er þetta fullt af sölum, litlum og stórum og þarna og þetta ætti bara að vera svona menningarhöll, við þetta alveg afskaplega eftirtektarverð tillaga því að það vantar fyrir söngvar og dansar og hljómsveitir og því að harpa, hún er náttúrulega svo hryllilega dýr og þarna væri svona salir af öllum toga og öllum stærðum og gerðum og ég veit svo sem ekki en einhverjir krakka voru búin að koma svona með sko litlu tánið þarna inn fyrir. Þú voru með svona 2 mánuði síðan haust. Já, ég man að Arnar var fengið hann eitthvað til þess að hann víja, ég held að verið kallað eitthvað aldrei fínu nafni, en hann þannig að það væri nú bara óskandi að það gæti orðið eitthvað framhald á því. Og þetta er einhverju fyrirlestrarsali fyrir háskólan, hversu miklu málið er skipta fyrir háskólan veit ég ekki sko og hvort það er nóg til öðrum rýmum eða ég veit það bara ekki en þetta væri mjög tart því að það verður sko langt í það að verði byggt eitthvað fjölnota listahús sem að sko svona hinn já ég maður segja frjálsi þannig að það er ekki ófrjáls frjálsa sena sem það þarf náttúrulega að hafa ég mismælt ekkert ófrjálst, ég myndi hún var ekkert frjáls en ef þú vilt hafa sko stórt leikhús eða Eldborgarsalinn þá þarftu að hafa marga sali á leiðinu upp til þess að rækta eða vera eitthvað vit inn í stóra salnum já, það er alveg rétt og það er líka það er sko það er alltaf bara verður að vera svona sena utan stofnana en sko stofnarnar höfðu mjög mikla þýðingu hér sko í því að bara að skapa sjálfsmynd þjóðarinnar þegar við fáum sjálfstæði þú veist þá er þetta það við verðum að eiga einu sinni var það náttúrulega fyrst kom þetta þjóðminjasafnið sko hérna og svo er náttúrulega mjög fljótt byrjað að tala um verðum að þjóðleikhús og eftir stríð þá kemst þetta þjóðminjasafnið náttúrulega komið þá þú veist við verðum að fá symfóníu verðum að fá þjóðleikhús þú veist það er ennþá, nú verður að fá óperu Já, en þetta var mjög mikið hluti en þá var þetta svo mikið hluti af sko svona sjálfsmynd að vera þjóð meðal þjóða og maður var dálítið alinn upp við það að maður ætti að svona vinna landi sínu gagn þannig að þú veist núna er maður fasist þegar maður segir svona sko en það var alinn upp við það mann ætti að þykja rækta með mann að þykja vænt Ísland og það væri eiginlega svona skyldamas að vinna samfélaginu gagn það var ekki beint að maður ætti að verða ríkur, heldur að vinna því gagn og ég held að þetta hafi svona gegnsýrt aldrei hugsunni í leikhúsinu lengi vel að þetta væri eitthvað sem skipti máli til þess að svona byggja upp sjálfsmynd okkar og víðsýni og þekking og svo framvegis. Sumt af þessu með því að vera þjóð meðal þjóða er pínlítið fyndið eins og þú nefndir þjóðminjasafnið
sem náttúrulega kópering á bara British Museum eitthvað sem bara ránsfengur heimsveldis sem var til sýnis. Svo fer maður inn í Þjóðminjasafnið, þá það svona ránsfengur það sem búið að tína alla kalegana og alltæristöflunar út úr kirkjónum hringir í kringum landið. Annars var það tínt. Ég stundu velti fyrir mér, býta okkur, þetta ekki bara sendt tilbaka, það ekki bara ágætt að geyma þetta bara í kirkjónum. Já, og því að þetta svona ránsfenga þetta, mér finnst þetta svona kannski ekki alveg samanbyrð hægt ég bara reyna að vera óþekkur með svona nýlendur og sveitakirkju út á landi kannski þegar þú kynnist Magnúsi þá var hann svolítið að koma með eitthvað svona takt í leikhús sem allt öðruvísi sem trúin á það, við verðum að bara breyta leikhúsinu Þórður og hann svo sem Eymundur Erlendsson líka og þeir mentast báðir í Moskvu og þarna kemur alltaf, ég skrifa nú eins og grein þetta fólk þetta fólk sem læriði austan tjalds, það bara var aldrei meðtekið og María Kristjáns. Þeir voru kommunistar eða? Já, og mentað fyrir austan. Það hefði verið sjálf sem verið í lagi að þau voru kommunistar eða ekki? Það var það að halda kommunistum niður. Ég upplýði Magnús ekki sem kommunista. Nei, en ef þú ferður upp í Valhöll og myndir spurja þá var þess að það var kommunista. Já, ég meira sér átti í stælu við Styrmi Gunnarsson sem var þeir voru hann og Magnús og fleiri voru svo fræga skeggjabekk og Styrmi sagði alltaf ég veit alveg að Magnús átti marga vini þarna í ég meina Halldór Blöndal kom þegar við byggum fyrir norðan og svona þannig hann var ekkit njörfaður bara inn í en Styrmir sagði alltaf hann hefur verið kommunisti við stældum alltaf þetta ég upplýði Magnús alltaf sem humanista fyrst og fremst frá Styrmi það að þeir sem ekki eru bara með okkur þeir eru kommunistar já, svo var auðvitað bara líka hann var svona skelfisbros þegar hann var eins og hann væri að stríða mér en svo það líka náttúrulega þetta var náttúrulega í köldu stríði og þú veist þetta þér ekkert fyrirgefið nei þér ekki ef þú ferð til Moskvu að læra leiklist þá bara getur þú glemt í að eiga eitthvað greið og þetta var alltaf mikil synd vegna að sovjist leikhús eða rússneskt leikhús var og alveg afbræðsleikhús og víða í Austur-Evrópu því að þeir læriðu náttúrulega allir í Rússlandi og þegar þetta opnaðist þá streymdi leikstjórar frá Austur-Evrópu til Vestur-Evrópu með alveg gríðarlega kunnáttu og þeir voru það sem ég hef séð af rússnesku leikur það voru afskaplega framarlega þeir voru ekkit bara eitthvað staðar aftur í gamla tímanum það var voru mjög hefðbundnir í sambandi við dans héldu mikið í svona bara gamlu ballettana sem allir voru náttúrulega rússneskir meira og minna og og íhaldsamir þar en þeir voru ekki íhaldsamir í leikhúsinu það var það var mikið að gerast þar þannig þeir höfðu allt aðra nálgun heldur en maður hefði kynst áður Og hvað var það sem að? Já, það var miklu meiri vitsmunaleg nálgun minni að maður ekki bara treysta tilfinningum heldur þetta alltaf byggja á skilningi og kunnáttu og tilfinningarna eru framkallaðar af vegna kunnáttu og skoðunar á því hvað þú ætlar að segja en ekki bara þessi svona spritti svona þannig komum við aftur að þessum naturalisma sem bara sprettur upp svona sem við segjum bara óhugsað út í bláin heldur að þyrfti að vera þekkingargrunnur undir öllu saman þannig að þetta væri vitsmunaleg afstaða greining á mjög mikið einstaklingunum og samfélaginu nákvæmlega spenninu á milli nákvæmlega þannig að hvert einasta orð sem þú segðir væri vegna einhvers og þarna og þú getur ráðið einhverju leyti hvaða merkingu og leður í það og svo framvegis. Nú svo höfðu þeir báðir mikinn áhuga á þá er ég að tala um Magnús og Eyvind á svona líkamlegu leikhúsi miklu meiri líkamstjáning heldur að við höfum þá séð á Vesturlöndum. Það var rétt að byrja þar þeir voru og þegar sem við gerðum í leiksmiðunni Frísir kalla sem var svona leikað sem að myndi núna heita Device leikhús og stundu kallað bara improvisasjón en það var svona sjálfsamið
þó eins og oft áður voru það svona einhverjir sem á endanum tóku handrit og settu það svona í form sem er mjög oft endur á svona einhvers svona vinnu. En þá var sem þetta ákveðið að við myndum gera allt með líkamannum, búa öll leiktjöld, öll umhverfishljóð, allt og þá kom það í minn hlut að sjá það. Og eins og ég segi alltaf, þetta var hugmynd Eyvindar en ég sá útfærsluna og það var mér auðvitað gríða mikill skóli og þarna og ég hafði aldrei einhvern veginn spekular í þau áður, ekki á þennan máta fyrir ekki því og þarna og þetta og okkur fannst þetta mjög skemmtilegt við í leiksmiðinu sko við höfðum og það voru, þeir einmitt komið með það bæði Magnús og Eyvindur mikla þjálfun við vorum ég sá líkamsþjálfun og við vorum svona 1,5 tíma í þjálfun og svo tókum við raddæfingar og það fóru svona 2 klukkutímar í þjálfun á hverjum degi áður við byrjuðum æfingar og þarna og þarna byggum við allt til með líkamann, við vorum fjóshaugur og við vorum hamrar og fuglabjörg og við vorum fuglar og flugur og hestar og landslag og já, allt með þetta var mjög skemmtilegt að gera þetta og var alltaf sjálfur sér fyrsta skipti sem svona gert á Íslandi sko. Þetta hefði verið svona dekraðis við þetta er fyrsta skipti sem er heil sýning sem er byggð á líkamlegri útfærslu. Þetta var pólitískt leikhús. Já, sko, leiksmiðan... Til alþjóðleikhúsið, bara nafnið. Já, leiksmiðan var sko, hún var pólitísk á leikhúspólitískan, sko, það var ekki svo mikið rætt sko, svona, pólitík samfélagsins heldur var þetta svona leikhúslega. Já, og kannski í takt við margt sem var á þessu tíma sem var að svona umbylta og breyta. Já, svo sannarlega og þarna vorum við leiksmiðan var nú engin tilviljun því að með mikill hvati að þessu var Júna Collins sem var búningahönnuður sem kom hérna rétt 70, mann ekki alveg nákvæmlega ártalið hefði átt að vera bara rifið upp náttúrulega og hún hafði sko starfað mikið með Joan Littlewood sem var náttúrulega bara eitt frægasti leikstjóri veraldar og mjög dáð ekki síst sko í Evrópu austantjáls og já hún var bara heimsfrægur leikstjóri með alveg nýjar aðferðir og nýja nálgun og þar voru með frumsýnt flest svona róttækustu verk Breta þarna var náttúrulega sko Brendan Behan og síðan komið sko Pinter og Eskjör og þeir frumsýndu Sheila Delaney og svo frumsýndu allir í Theatre Workshop og leiksmiður ekkert annað heldur en bara þýðing á Theatre Workshop þannig að hún var líka mikil fyrirmynd bara í gegnum Júnu og hennar svona frásagnir og upplifanir og svo þeir aftur að austan og það var miklu frekar svona leikhúspólitískt heldur það væri sko, já, svona pólitískt í þeirri merkingu sem við leggjum oftast í það og til dæmis var nálgun við Galdra-Lofts bara mjög hvað er þetta? Mjög svona róttæk sko leikhúspólitík og það var aldrei merkilegt að Júna gerði leikmynd sem var afskaplega sérstök og var borin upp á krossi sem lá svona á sviðinu sko og tjaldaði yfir bara við svörtu tjaldi og síðan varu svona grindur sem að voru þannig að fólk þurfti að beygja sig til að komast út þar sem að tjaldið baka til liftist þá var svo bæjargöng og þarna og þótt að þetta var aldrei fyndið á sama tíma var verið að sýna við vorum að sýna Galdra-Lofts sem ég segi það nú og þarna sama tíma verið að sýna í Þjóðleikhúsi og þar var þetta allt hátimbrað og fínt en þarna við fórum með Galdra-Lofts um all land og það var svo algengt að fullorðna fólki segi þetta er alveg svo þetta var það mundi sér þrengsli og sér dimmi og skríða út sko. Þannig að þetta var mjög flott leikmynd gerð af náttúrulega fullkála á forsendum hins fátækjarleikhús. Hvenær er Galdra-Loftur? Ætlaðs ekki 68 67, 68 ég er ekkert mjög góð ég legg þetta ekki nógu vel að minnið en hann áður allt saman skrifað náttúrulega og þarna
og túlkunin á Galdra-Lotti var náttúrulega mjög svona í takt þá við sko svona hér reiða unga mann sem að hann sætti sig ekki við kerfi rísi upp á móti horfður reiður mögst hann náttúrulega rísa hann upp á móti föður móti feðraveldur og kirkjuvaldinu þannig að gömul saga fær nýja merkingu inn í það nútíma sem þetta hún gerði það, já og það stundu getur sá galdur gerst að þú kannski gerir ekkert mikið við verkið en það er bara allt í einu nefndir það á okkurum tíma og þetta ég meni eftir svona hruna þá allt í einu fekk til dæmis ameríska klassikinn allt í einu miklu allt aðra merkingu og mörg svona klassísk verk það hefur bara breyst áhörðahópurinn líkast til, og þá allt í einu talar verkið einhvern veginn allt öðruvísi til og þarna, og ég held að þetta hefur verið mjög eftirminnileg sýningar, það var náttúrulega kjörun í Galdra-Loft og þarna, og við sýndum þetta út allt land og í öllum framhaldsskólum til dæmis og þarna, og enn erum við að hitta fólk sem að sko, ég held ég að bara verið 13 ára, ég gleymi þessu aldrei og sýningin hafði mikil áhrif á ungt fólk, hún hafði það Ég fann svona eins og ég hefði séð þetta þegar varst að lýsa þessu en það bara getur eiginlega ekki gengið upp. Nei, þetta er ekki nógu gamall. Nei, ég er ekki nógu gamall líka. En er Arnar að slá í gegn þarna? Já, hann var búin að því. Þetta var nú svona... Nei, hann sló í gegn í Gísl, það er 64 sko. Og þá var hann ennþá í leiklistarskólanum, hann er bara búið með ár í leiklistarskólanum. Það er ljóst að hann er stjarna? Já, það var alveg ljóst. Og hvað er það? Já, hann hafði bara augljósa hæfileika. Og er það þannig að annarkvort ertu með þetta eða ekki? Nei, sko að einhverju leyti, svo ætla ég ekki að draga úr sko kunnátt og tækni sem að hann... Þú getur fara illa með þetta vel. Já, og fá þér tæki til þess að geta unnið úr bara eins og að þau hefur tónlistargáfu, þá þarf ef þú hefur ekki tæknin á valdið þínu, þá verður náttúrulega ekki neitt úr neinu. En hann hafði allt til að bera, hann hafði frábæra rödd og mikla tilfinningu fyrir texta, hann var mjög lipur, hann hafði gríðarlega svona líkamlegu leikari og svo fekk hann bara gott uppeldi hjá fyrsta lagi hjá Brendan B þegar hann kemur, síðan allir gegnum Júnu og svo Eyvind og Magnús þannig að og svona fleiri sem hann hitti, þannig að hann Og ungur leikari sem kallleikari, sem blómstrar snemma, það er ekkert smáraðis hlutverk sem hann getur valið úr. Eða boðið. Já, það sko... Það er bara eiginlega besti kaflinn í ævi allra leikara. Já, nema Arnar sagði fullur af ungri orku. Arnar sagði sitt aldrei frá því. Að vera að leika þarna. Já, hann sko, ég meina það sko, hún stóð náttúrulega til boða að vinna bæði Þjóðleikhúsinu og Iðnó. Og það voru ekkert margir í þeim sporum og en hann kaus að fara í það að stofna leiksmiðju og seinna fara norður og byggja þar upp og svo Alþýðuleikhúsi, þannig að hann kaus það að vera dálítið utan stofnana. Af hverju? Já, það var held ég bara kannski var það bara Jónasson eitthvað svona uppreisn í bland og svo bara langa til þess að breyta ýmsu, það var svona ýmislegt kannski staðnað í leikhúsinu, þau voru svona þessum þröskuld að færast yfir í annan tíma sko og það var mikil áhrif að hitta menni eins og Eyvind og menni eins og Magnús og hitta Júnu Collins og þetta hafði mikil áhrif á okkur. Það sem er verið að setja upp eitthvað, það sem að... Já, og bara, þú veist, allt umtal og tanki leikhús og hvernig, þú veist, þetta var bara... Skemmtilegri heimur. Já, og mjög örvandi og svo var önnur hætta sem að hann var í, sem að kannski ég átti nú talsverða þátt í að forðonu frá, að þegar þú hefur svona mikið frá náttúrunnar hendi, þá er svo hætt við að vinnan verðir mörgöldu auðveld. Það er að segja að þú komist, það er svo mikið samþykkt bara það sem þú gerir. Það sé, þú kemur bara og leikur þig að leika. Já, og þarna, og ég var hans, og hann myndi alveg segja þetta sjálf, ég var hans helsti gagnrýnandi. Að
þú varst nú ekki svona góður sko, þú þarft að halda mig þetta og niður á hitt og, já, og líka bara það sko, þetta væri ekki svona auðvelt og svona einfalt, skilurðu, að þarna Við erum að tala um Arnar að því að það er maðurinn og lífsförunutur. Hvað eru þið búin að vera saman engi? Guð mig hjálpi mér, veistu það. Við þurfum að nota vasareikni til að í haust, já, í haust erum við búin að vera gift í 60 ár. Þannig að við erum búin að þekkjast í 62 ár. En talandi sko þetta að vita, fyrsta sem ég heyrði, það var ég í leikhúsinu hana og ég var búin að heyra hennar strák. Var þetta ekki glæsilegt því ungi maðurinn í bænum? Nú, það var bara svo Egill Helgason sagði eitthvað við mig, hvernig eru að gift fallegasta mann á Íslandi? Jú, hann var afskaplega fallegur og öllu leiti, afskaplega fallega skrokk og já, hann hefði bara allt til að bera í þetta. Prýða má einn mann. Allt sem prýða má einn mann. Við vitnum í eitthvað. En já, ég var bara búin að heyra að þetta væri komin alveg æðislegur strákur í leikriðarskólan og eitthvað svona sko. Og ég hafði ekkert séð hann. Og svo hittust við á æfingu á Pétur Gaut. Og það sem vorum bæði bara svona statistar. Og og það er svo engjöld með það að ég hef stundum sagt frá því, þetta var nárast svona ykkur myndi segja yfirnáttúrulegt, það er ekki yfirnáttúrulegt en ég hafði byggt mig eitthvað niður svo ég sé nákvæm, ég var nú bara að binda skóþveng minn svo segir í fornum sögum og verði litið upp og þessi strákur gengur inn og það var bara eins og þegar slöktur ljós og svið og bara sett spotlight, það var bara svo liðs og eiginlega vissi ég stafsættiði maðurinn minn. Ég veist ekki það. Það var bara eitthvað þannig. Og hvað af hverju? Ég veit það ekki. Það var bara eitthvað, bara svona. Ég hugsaði ekkert sko þetta verður maðurinn minn, það var bara eitthvað hvernig athygli mín beindist svona mikið að honum, bara svona sérkennilega. Aldrei efa seinna. Jú. Þetta er ekki bara happy go lucky eftir þetta augnablik. Já, við fórum þetta ekkert að vera saman strax sko. Það leiði nú svona hálft ár. Hann vissi þetta ekki ennþá? Nei, hann vissi þetta ekki. Hann fekk nú fljótt augast á það mér líka og við svona leituðum svona eftir félagskap hvors annars en við vorum ekki svona beint par en eitt svona fyrir svona hálfu ári setna sko. Og þegar við stutt hvort annað í ykkar listsköpun? Já. Það er gott að hafa hann. Það höfum við gert, við höfum líka deilt mikið og verið gagnrýnir, ekki síst ég og hann. en já, og hann dró mig út í sko, ég hefði aldrei sko lent í leiksmiðju ef ég hefði ekki verið gift Arnar Jónsson, það var enginn að sækjast eftir mér, það var verið að sækjast eftir honum og ég bara fylgdi með og og ég ætla ekki að tala lengi við mannin þinn. Nei. Ég ætla samt að gera það. Já, það er eitt sem maður velt fyrir sem leikara því að eins og með Arnar hann náttúrulega var stórkostlegur ungu maður með svona ungsmannsorku og svo, en hann er bara það er ekki svo langt síðan hann var á sviði sem, nei. Ég veit ekki hvað það að segja, gamall maður. Já, hann var á sviði fyrra sem Óðinn í Edunni. Og það er að því að stundum veltum að fyrir sig svona hvernig fólk getur haldið gangandi svona sköpun í gegnum ólík æviskeið og maður þekkir það bara af rithöfundur sem eiga kannski bara 7 ára góðan kafla þar sem er skrifa og svo eru þau kannski meira og minna sumir að endurtaka sjálfan sig og ná eiginlega ekki að sumir gangi endurlífin í dag og sumir ná eitthvað neina því við erum nefnt hérna Laxness sem ég held að svona ágætt dæmi að þú getur séð bernskuverk og ungsmannsverk og manndómsverk og svo koma ævisögurnar og svona þannig að hann eiginlega bara er skapandi í gegnum allt og maður finnur að hann er að leita að sér aftur þú veist á til dæmis á 7. áratögnum þá bara væri ábyggilega hægt að búa til bara leikrit það sem að Laxness er að leita að sér aftur að leita sjálfur sér sko og pröfar alls konar hluti en þetta er líka mjög áberandi með leikara því að sumir leikarar geta verið sko glæsilegir sem ungherrar á sviði en bara komast aldrei yfir það verða ekki góðir miðaldra og ekki
góði gamlir og stundum hugsaði maður að í svona kvikmyndunum og svona að það eiginlega bara Anthony Hopkins sem að færi öll gammalsmanns hlutverkin. Hvað allir hinir farnir? Eru þau farnir? Meira minn og ekki fá nú leikkonur eldast í kvikmyndunum. Það er ekki hægt að rekja þessa sögu í gegnum leikkonur af því að það er bara... Það er hverfa bara, já. Og það er svo sem hverfa mjög margar hérna líka. Ég ætlaði að spyrja með Arnar. Hvað veldur því að hann nær að endurnýja sig á öllum tímanum? Sko nú ættum við kannski frekar að spyrja hann, en ég held að sko hann hefur þetta gengið í gegnum skeið, hann hefur alveg gengið í gegnum skeið þar sem hann hefur kannski ég veit ekki, kannski ekki einu sem haft ánægja þessu eða fundinni sko, og svo kemur eitthvað nýtt sem að ítur honum að hann hefur alveg upplifað sín svona daufu skeið ef maður getur orðað þannig. Svo náttúrulega það sem var líka breytir þaldi lífi hans og mikið að það er það að hann verður fyrir miklu slísi og þá verður hann að sko leita á allt henni mið. Hann gat svo mikið treyst á færni sína svona hinn líkamlega kraft og líkamlega færni á allan hátt og allt í hann bara næstum fatlaður maður og sem er alveg gríðarleg viðbrigð og hann verður eiginlega bara að byrja upp á nýtt og þá verður hann að fara að leita að einhverju öðru í sér heldur en hinni ungæðislegu, fallegu orku og leita inn á við og á dýpri mið og honum tókst það og yfirvann þetta og hann hefði sjálfsagt orðið öðruvísi leikari hefðan, eða ég skal ekki það segja, maður getur ekki sagt það, þetta breytti hans afstöðu til listarinnar og hvernig maður nálgaði svo framvegis. Það þurfti að svona hann þurfti að uppfinna sig. Já, hann þurfti að gera það, já. Eða leita sér, við veitum ekki hvort það er, hvort við finnum okkur upp, eða hvort við finnum okkur. Hann þurfti allavega að finna sér nýja sjálfsmynd í sjálfu sér. Það verði ekki lengur ungi, libri, sem allt gat svona fysiskt og svona. Þið voruð í Alþýðuleikhúsinu, sem var rampolítískt, eins og nættu betið til. Já. Og þannig er það bara. Stundum er talað svona eins og pólitískt leikhús hljóta enda með því að standa ykkur á sviðinu og segja eitthvað svona. Já, það er það ekki þannig. Nei, það er sko og það er margt. Við ekki tala niður pólitískt leikhús í mörg undanfarna áratugi. Já. Það sömuleyti að ósekju. Já, en að sömuleyti líka sko, ég meina hvað er pólitískt leikhús? Ég meina Arthur Miller er þrælpólitískur, skilurðu, og Tchekhov er þrælpólitískur. En þarna var sko Já, sko, við vorum með svona ykkur markmið eins og það að maður ætti líka að taka leiklistina eins og leiksmíðarindar sko, til almennings meira og fórum í löng ferðalög bæði sérstaklega innanlands aftur og vetri til þess og settuð upp bara hér og þar ég hef séð ykkur staðar í ykkur íþróttahúsi Já, við vorum með þannig leikmyndir við gætum settuð upp bara einmitt í íþróttahúsi eða félagsheimili eða í rauninni þegar við sýndum fram Vistið fólksins Já, til þess að vekja fólkið Já, og ekki til þess að sko að vera með sko bendi vísifingurinn á lofti nei, það var reyndar svona kom nút aldrei við sögu en já, það væri í gegnum listina sem að maður gæti sagt út, ég meina svona Krummagull sem var svona sko náttúrulega langt á undan sínu samstíma Krummagull er náttúrulega bara umhverfismál og í rauninni samfélagsskipana þetta var maðurinn sem átti hund og belju og rak verksmiðju og þetta var bara samankomið svona allar helstu stéttir og svona stéttaskipting hundirinn fladrað upp við köllum alltaf snata krata og lengi tekur sjórinn við sko, var mottóið í verkinu að maðurinn með harnesku framleiti með því að mergsjúga kúna og versmiðun og hafa þrælinn snatakrata til þess að þjóna sér og hendandi svo öll í sjóin og þetta er alveg þrælpólitískt verk og skammar sín ekki fyrir það? Nei, aldeilis ekki en í rauninni sko þetta er á þeim tíma það er varla að fara að tala umhverfismál
og það meira segja var það þannig því ég kemur og þingað við kvennaverslakonur þá töluðu við mikið umhverfismál þannig bara alveg sko það bara sögufölsun að Vinstri grænir hafi fundið það upp að tala það í pólitíkinni við vorum mjög mikið með þá dagskrá og þá sagðu kallarinn það væri vegna þess að við sko þekktum ekki íslenskt atvinnulíf og efnahagslíf þannig við þyrftum að sækja okkur hugmyndir til útlanda það var nú afgreitt þannig það var innflutt pólitík já, það var svona innflutt og kæmi okkur ekkit við til Ísland væri svo hreint og fagurt og þetta væri svona viss veruleika flótti hjá okkur sko því við skildum ekki landsins gagn og nauðsynjar þannig að Böðvar skildi skrifa á þessum tíma leikrit umhverfismál þetta bara mjög og það myndi alveg vera sko, stundum hugsað að hverju það ekki sýnt í dag svo var aftur svo næst kemur Skollaleikur og hann náttúrulega skoðanafár, hann náttúrulega sko, galdrafárið þar sem það heimfært upp á skoðanakún og svona já, fár kapitalismans, fordóma og alls þessa en allt sett í þetta gamla form sko og hvað svona þöggun og skoðanakúun og makkarþísma sem við talaðum að við séum á svoleiðistímum í dag sko þeir eru náttúrulega þeir eru þá sannarlega renn upp þannig að hafa við á leiðinni náttúrulega en eru náttúrulega runnur upp bara þetta er bara hellast yfir okkur að fullum tunga held ég En þarna leikhús sem að svona að fara með listina til almennings, svona svipað og ég nefndi nú Dylaninn áðan en við getum tekið bara eins og Pete Seeger eða eitthvað svona sem að fer bara í gallabuxur og tekur banjóið og syngur músík sem að hljóma bara eins og lög hjálpræðsessin sem setur bara róttæka texta við það og eitthvað sem svona alþjóðlega leikhús sem var eitthvað leitið þannig. Það var líka svolítið róttækt í uppsetningu. Það verið mjög mikil formbylting og það sko Og svo inntakið rampolítískt að við búum í heimi sem að þeir sem að fara með völdin ekki að gera því okkar þáu. Já, og þarna og leiðotnu Skollaleikur og Krumakull líka, það var alveg bráð skemmtileg verk og þarna og við sko ég veit ekki, sko það er svo skrítið stundum veit maður ekki hverju hluti gerast af hverju við ákváðum að hafa grímur sem að var eiginlega svona milli mín og Messínu Tómasdóttur og hann ég veit ekki stundum bara komin ykkur ákveðin maður veit ekki hvernig hún var til skilur og hún síðan austur á Neskaupstað og ég við erum á Akureyri og það æfum við og af því að ég þekkti gegnum ballettinu og svo þá þekkti ég talsveit til svona komedía til arte og svona látbragðsleiks og ég var fljóta átt að með því að komið bak við grímu þá verður það að þá leikur þau allt öðru vísi og ég sko þetta náttúrulega ég ætla ekki að segja ég hefi sko kunnað þetta frá upphaf til enda en gríman bara kallaði á svona Í minningunni var það stórkostlega ýktur leikur. Já, það var alveg stórkostlega ýktur. Það hafði allir sitt sérstaka göngulag og sérstaka hreyfimunstur og þetta var allt, sko, hver einasta hreyfing var í rauninni kóreógrafiruð og líka textin, sko, hvernig þetta, það var allt alveg ofboðslega stíliserað og þetta stóðu pínlega deilur í alþjóðleikhúsinu, það var náttúrulega fyndið, sko, vegna þess að á þessum tíma þá vill hann til að ég hafði gengið Alþýðubandalagið Norður-Akureyri og svo var ég fyrir því að vera að senda á landsfund Alþýðubandalagsins og það tókst nú ekki betur til með það heldur en að ég sagði mig úr Alþýðubandalaginu eftir það landsfund og þarna og hafði eitthvað orðið að hérna í frá ætlaði aldrei að koma nálægt pólitík nema það varðaði konur og hann gekk fram að ver það var, ég ætla ekki að fara út það var margt svona sem var sem fannst mjög ógeðfellt Þú varst að labba inn í svona gallaheim og fyrst að heyra það að þetta væri þeirra sjó Nei, sko það var sérkjöld að ég fann að það átti að fara að gera úr mér númer og mér fannst það einhvern veginn óþægilegt og það var svona verið að bjóða mér hitt og þetta en leið var mér gert aldrei ljóst að ég ætti samt að sko þá var það atkvæðagreiðsla en ekki að fara út í það svona mál sem var svona deilumál og það var svona nánast sko ef þú gerir þetta þá færðu og við að bjóða mig sæti í miðstjórn og eitthvað svona ég bara kærði þeim ekkert þetta og mér fannst þetta allt þetta kom einhvern veginn illa við mig og
og ég bara ákvað að hætta og þar með sko var ég komin til að kant við Alþýðuleikhúsið og aðra meðlimi þess sem að voru í Alþýðubandalaginu Já, sko við fórum öll í Alþýðubandalaginu fyrir norð, það var svo gaman og svo mikið stuð mikið að gerast, sko, skemmtilegt fólk og svona en þarna og þarna vorum við öll sem vorum í Alþýðuleikhúsinu en þarna en upp úr þessu urðu svona dálítið mikla deilur sko hvað væri hlutverk leikhús og hvernig leikhús ætti að snerta pólitík og ég var alltaf hörð á því að þú setur ekki pólitískan áróður á svið, það er bara ég var náttúrulega, við höfum ferðast Evrópu við Arnar í heilt ár og séð sko 10 sýninga og meðal annars því svo kallar pólitíska leikhús í bæði Finnland og Svíþjóð og mér fannst það óbærilega leiðilegt og við höfum séð líka af þessu hérna svona einhver sænsk svona samfélagsleikur og mér fannst það alveg hreint óþólandi leiðileg og ég var alveg klár því að þetta vildi ég ekki og þarna og það verður svona, það eru alltaf deilur sko erindi leikhús og þarna og hvort að leikhús þetta sigra frekar inn svona alls konar bara svona hugmyndafræðilegar mikla deilur þar sem ég var svona lengi vel ein á móti öllum en svo þarna jafnaðist þetta nú allt saman út og þarna og síðan verður alltaf skollaleikur þessi gríðarlegi success og ég er náttúrulega vissulega formbylting í íslensku leikhúsi því verður ekki neitt þetta kom náttúrulega margir auga á það og setti mig svona á kortið Formbylting ætti að vera þannig að það myndi þá fylgja á eftir eitthvað en það er hægt að benda það að það hefði haft áhrif þessu sýning nema bara sýna það megi gera margt Já, hún hafði allavega áhrif á minn leikstjóraferil og þarna og sko ég lagði alltaf upp úr í rauninu svona ekkert endilega svona mikið svo í Skottland en það vann ég ekkert mikið meira með grímur ég ekki að Don Quixote það er eitthvað í hálsinum á mér gerði það þegar við settum með Don Quixote þá aftur vann ég með grímur sem kallar þá aftur á svona Þú sett upp í Hafnarbíó eða ekki? Já bara helvítið skemmtileg sýning Já, ég mætti henni Manstu þetta hestur, þau eru komið ríðandi á hestunum Ríðu eftir einhverju svona braut byggðu pallar við niður alla sali og þeir komið ríðandi þar niður pallin frábærum hestum í útfærslu aftur með Sjánu Tómasdóttur en þetta hafði þetta áhrif á sko ég hafði alltaf mikið áhuga á formi og henni sjónræna í sýningum og þarna og að mörgum þótti of Ég man sko eftir þessari sýningu við Skollareik Já Hérna ég ætli ekki verið 16 ára eitthvað og það er svona stundum maður sér eitthvað svona nýtt og skemmtilegt svona eins og þegar maður las Tómas Jónsson í fyrsta skipti og má þetta eitthvað svona allt í einu þá opnast eitthvað fyrir manni og ég man að það voru áhrifin að þessari sýningu maður bara hvað er hægt að vera maður vera svona skemmtileg sko sögumaður myndi ég orða það sko að því ég er ekki leikhúsmaður mér finnst alltaf bara vera að segja manni sögu og þú veist það var svo ævintýralega og skemmtilega máta og svo skemmtilega frásögð saga bæði frá Böðvarshendi og líka uppsetningin ég man alveg eftir þessu og svo man ég eftir þess að þú nefndir hérna Don Quixote og mamma eftir svona einhvern veginn að finna fyrir hestunum sko hvað þau voru sko bara eins og var í Hafnarbíó og væri bara ekki að reyða skjálfi þau kom bara koppið niður pallin og svona og það var ég var sko lengi eftir ég var svona að funda höldum á Norðurlöndum og það var bara norrænt leiklistaþing hérna þegar voru til þegar að þau voru ennþá stór og listamenn kom ekki bara byråkratar og þarna og lengi á eftir sko eitthvað komið nú varst að þú sem settur Don Quixote það var eftirminnileg sýning sko en þarna en ég er að setja svona stórar mjög sjónrænar sýningar og svo ég segi bara orðið það bara það er bara ég var bara undan minn samtíma það er ekki fyrir næstu kynslóð eftir mér sem það þykir alltaf fínt að setja fyrir sjónrænar sýningar og þarna og það var ég mátti hlusta á hluti eins og það sko Var það eitthvað kall sem að setja það upp og þá var það alltaf eitthvað að marka Já, það var bara líka kynslóð setna skilur við, það er þarna Stundum er það þannig þegar kall segir eitthvað sem þeir eru búin að segja oft var það líka Allt í þetta gera fyndið og snert Já, það sko
og það var stundum sagt bæði við mig og ég vissi að það var sagt mig að ég hugsaði með fótunum skemmtilega frasi að ég var dansari, þannig ég hefði þetta ekkert hér sko og ég hef alltaf verið mikil textamanneskja, alltaf sko verið mjög handgengin, sko alltaf lesið mikið og mikið fyrir texta og mál sko, þannig ég held ég hef nú skilið texta alveg svo hver annar, en ég lagði mikla áherslu á svona form og myndræna útfærslu og það þótti mjög misfínt og þótti vera flótti frá textanum og eitthvað svona sko já og var ekki sko ekki svona og menn sáu þetta ekkert endilega sem minn stíl sem það var, við vorum þetta tím sem ég og Sigurjón Jóhannsson og svo kom Hjálmar Ragnarsson mikið inn í það og setna svo Páll Ragnarsson sem var ljósameistari, við vorum svona tím sem unnum hverja stórsýningun og fætur annari og allar mjög svona myndrænar og bryttaði upp á alls konar nýjungum og nú er bara að groppa mig og geta vera að þannig við setjum Jermu sem var 1987 með minnir að þá sko bara algjör nýjung í lýsingu því að áður hafði meira minna verið svona, sem að segja bara gróft nótt eða dagur, skilur bara ljóst eða bjart dökkt eða bjart og þarna vorum við með svona himinn í baksviðs, þetta var mjög skemmtileg leikmynd hjá honum Sigurjóni og afskaplega flott og tákgræn svona og við sem já, það á heiminin í baksviðið á ekki að endurspegla á hvaða tíma dagsverum, hann á að endurspegla tilfinningar Jermu og það var dálítið svo væri bara hefði mist vitið eða þú veist, bara menn ráku stór augu hvað eigið þið við og síðan, og Páll ljósameistari var mjög flinkur og hann var alveg inn á þessu og síðan var bara beitt fjólubláum og grænum og gulum og öllum litum og við lítum mikið til málverksins eftir Kai Munk ópið það sem allir litir já, nákvæmlega og þarna búningurinn með sér nánast upp úr því málverki sko og þannig að þetta var óskaplega mikið brot á svona raunsæri lýsingu og sem að verkið þarf því að það vísar nú voðalega mikið út það gerði það og vísar alltaf ótrúlega mikið til náttúrunnar og þarna og ég meina Sigurjón bjóð til með svona bláu klæði svona ólgandi öldur sem að þvottakonurnar stóðu úti og það alltaf eitthvað heyrði ég nú það er ekki mold í þessu og vatn í þessu það var vatni með þessum hætti nei, mold var nú ekki það var það var sko og vatnið hafði djúpa merkingu eins og vatn hefur bara í öllum menningum vatn sem alltaf og meina í kristinni köllum þetta vatn lífsins og þarna og enda vatn alltaf undirstaða alls gróðurs og það þarf ekki að fjörða mikilvægi og heilagleika þess vegna vatn heilagt í öllum sjáum þess að trúarháttir sem fólk kemur og innlandar baða sig í gangi svo svona sko að vatnið heilagt og það táknar lífið og þess vegna eru konurnar út í vatninu og það syngja það sönga út í vatninu og þarna og svo var aftur sko voru svona skaplega formfast þarna svona systur sem voru svona tákn kaþólskunar og formfestunar og þær voru svona sátu við langt dúkabál með hvítum dúk og þá gerði Páll það sem var afskaplega fallegt og nýstárlegt að hann lýsti bara hvíta dúkin, skar ljósið algjörlega eftir borðinu það var rosalega flott og þetta hefði bara aldrei sést sko þannig það var við að gera margt svona skemmtilegt og ég naut afskaplega mikið samvinnulega við Sigurjón sem var mikill leikhúsmaður ekki svo sumir leikmyndateiknarar sem bara hafa sagt sko ég hef ekkert mikið áhuga á leikhúsi hann hafði gríðarlegan áhuga á leikhúsi og mikill filósóf mikill bókmenntamaður og þarna og endalausar umræður okkar voru mjög gagnlegar og upp á þeim sprattmark og síðan kom Hjálmar með tónlistina sína og hann var nú ekki síðri leikhúsmaður
og svo Páll sem var alltaf meðvitaður stílinn og minnihaldið og svona, þannig að þetta var mjög gjöfult samstarf og Jarma var stóð í mikil mörg ár. sýning. Hvað segirðu? Jarma var mikil sýning og vakti mikil athygli. Já, það gerði sko... Það var ekki að koma upp þarna svona einhver kynslu leikara og líka eitthvað, það var eitthvað svona, ég veit ekki að hverju maður tengir þetta við svona eins og tímamót. Ég held að bara fyrst og fremst að hún var, já ég held það. Hefur séð Jarmu sem í Þjóðleikhúsinu, sem allt annað verk. Já, það á ekkert sameiginlegt, það bara nafni, það litið ekkert sameiginlegt, þannig að ég get ekki rætt það í neinu samhengi við sko gömlu Jarmu, þetta bara... Nefnum að maður fyrir að þylja upp það sem ekki í nýja verkinu sem var í gamla verkinu. Já, það náttúrulega, þetta bara annað verk, það ekki orð og texta Jarmu og þannig að við getum alveg sagt að það sína kött og heitur blikkþæki, það er líka umfjöldunarefnið, þú veist að ekki fæðist barn og það er í Jarmu í Þjóðleikhúsinu núna, ekki fæðist barn og það er í gamlu Jarmu líka. Þannig að það er eina sem er sameiginlegt en allt öðruvísi nálgun. Nei, þarna vorum við búin að setja fyrsta verkið sem ég seti við Þjóðleikhúsinu var Smalastúlkan og útlagarnir og það er kannski líka, það átti sigur á stóra hlutamáli, það er í fyrsta skipt kannski svona íslensk sveitarómantík eða hvað við að kalla það, er sko tekin úr þessu samhengi íslenska byggingarlistar eða því að hann býr til leikmynd úr bara gólfstriga eða svona máluðum dúk sem var síðan dregin upp í landslag með ýmsum hætti. Þarna náttúrulega auðvitað hugsaði hans til Ralph Koltai sem gerði svona leikmyndi eða svipaði í Nýja konungi, en þetta var svona alveg ný nálgun á íslenska sveit og íslenska menningu og búningarnir voru svona, við höfðum að fyrirmynda að hann, já þetta er okkar samtal Bruegel, hollenska málaran eða flæmska málaran og búningarnir voru teknir þaðan sko og þannig að það var mjög skemmtilegt að vinna það er mitt fyrsta verk í svona stóru leikhúsi. Nú síðan leikur sko Sveik í annarri heimsstyrjöldinni, þar var nú aldeilis leikmynd sem var flott sko, hún var bara flottasta leikur sem við séð, það var svona hakakross sem var hálfu sokkin í jörðu og Bessi lék sko Sveik og sko hann heitir Sveik en ekki Sveik fyrir eftir löndum og Bessi lék hann alltaf alveg feiknarlega vel og já, þá hafði ég áður sett upp Gust sem var rússneskur söngleikur mjög fallegur söngleikur með Bessa í alveg og þá lék hann Fólaldið sem var síðan að hesti og það er alveg ógleymanlegt hvernig að Bessi lék það alveg ógleymanlegt það var svo mikið listamaður að Bessi sjá hann þessir gömlu leikari voru góðu leikari þeir voru þetta sumir þú veist það var bara svo gengur þeir voru ekki allir góðir en Bessi var alltaf alveg einstakur og sjá hann brölda á fætur eins og Fólald sem var alltaf gætt staði og hvað vakta það var þegar það flög fiðrildi og Fólandi vaknaði upp og brölda á fætur og eldi fiðrildi sem alltaf flög undan honum þetta er alveg sko ógleymanlegt hann var mikill listamaður það var svo við kunnum mjög vel hvort við annað og á hvort annað og unnum mjög vel saman sem aftur endur þarna í Sveik. Ég ætla að draga aðeins í annað því að við byrjuðum að tala um því í karlaheimum og svo varstu áðan að segja frá því að þú hefði farið í mjög skamma stund í Alþýðubandalaginu og rakist þar út. Margir fyrirgáðu mér það aldrei. Nei, og ég tók það því að stofna flokk sem heitir Sósíalistaflokkur og ég man eftir einhvern tímann, ég held að verið í háskólabíu og lappa út af einhverju, þá komst þú skammar mig fyrir það, sósíalista. Ég skammaði þig ekkert. Nei, en þetta er mínu upplifun. Og ég var alltaf að reyna að átta mig á þessu, hvað þetta var og það var eitthvað í þessu að sko að helviti sósíalistanir á sínum tíma. Þeir hafi eiginlega bara verið vennri karlreipuröldur en hinir og einhver leiti að þurfast að lýsa sögunni þarna með Alþýðubandalagi. Hvort þetta sé eiginlega saga um það að þeir sem hefðu átt að vera... ég held að það sé alveg hálfrétt hjá ykkurnar. Þannig að þarna ertu bara svona særð einhvern veginn af það sem hafi bindið vonir já. Og kemur í ljósið að þetta eru bara sömu helvítist tuðrurnar og hinnir. Þú veist náttúrulega orðað kannski miklu sterkar heldur ég hefði nokkuð að þórað að gera, þú getur ímyndað hvernig það hljómaði og ég hefði sagt þetta, en þannig að ég held að þetta sé hárrétt hjá þess
og þeir náttúrulega sko alþýðubandalagið á vinstri menn fyrst sósíalistaflokkum og svona, þeir náttúrulega helguðu sér menninguna, þeir áttu menninguna, fyrirlítu alla sem ekki sko voru þar, ég meina rithöfundar sem ekki voru þeim megin, þeir voru nú aldeilis ekki sko meðteknir. Sömuleitu öfugt, eða ekki? Jú, það var bara miklu sterkari vinstri kantur, miklu sterkari. Við erum með styttu af Tómasi Guðmundssyni, enga Svenni Steinar. Já, hann var sko, hann var svona held ég, vegna þess hvað hann var alltaf bara ljúft og flott tónskáld, ljóðskáld. Nei, en það voru svona, þú veist það. Sósíalistaflokkurinn tók þetta, það voru dregnar mjög skýrar línur. Við eigum konurnar og við eigum konurnar. Og þurfum ekkert að gera. Nákvæmlega. Og það var sko, og þeir voru með sko, það verður að segja þess að svo að hægri menn gerðu betur við menninguna heldur en vinstri menn. Vinstri menn voru svo uppteknað eða ekki óþarfan. Hægri menn átt að taka í arf að menningi sé eitthvað sem til yfirstéttinni. Þannig þeir taka það í arf. En mér fannst mér bara þegar við vorum inn á þingi, þá fannst mér merkilegt að Sjálfstæðisflokkurinn var í rauninni kannski sá sem tók okkur best. Og ég svona áleftan og svo að það væri vegna að þeir hræddust ekkert. Við vorum ekki að taka neitt frá þeim. En þeir voru að taka atkvæði frá vinstrimönnum? Já, heldur þeir mér sko að vísu held ég atkvæði kvennalistans hafi bara komið úr öllum áttum. Meira frá vinstrimönnum, er það ekki? Nei, þú hringt í Óla Þórn Harðar og spurt hann ég held að hann hafi sýnt fram á það að kvennalistin hafi verið fylgi sem að skilgriti sig vinstramegin. Já, kannski, það var fullt af konum sem komið þó frá hægri líka. Það var mikilvægt hjá ykkur að vera með breytina. Og við erum að athuga það líka að sko konur skilgrindi sér sagt ekkert endilega pólitískt sko. Það er kannski kus eitthvað, en það kom náttúrulega mikið af konum sem hafði bara aldrei komið nálægt stjórnmálum áður. Og voru þess að hvorki hægri eða vinstri en neitt annað, þetta er bara allt í einu fundar eitthvað, þannig er eitthvað sem mér langar að vera með í. Þannig að sko það voru ekki margar sem hafði verið sko tekið virkan þátt í stjórnmálum sem komu í kvennalistan. Það voru margar þó nokkuð margar með í þessu fræga sumri þarna sem var umræður sumri sem var nú undanfarið þessa alls. En flestar þær sem höfðu verið í flokkum hurfabraut áður að þegar koma því að ákveða bjóða fram. Tóku þá ákvörðun að leið kvenna væri að hver myndi hafa áhrif inn í sínu flokk. Já. Og það var alltaf nefnilega, við respektum það líka alveg líka. Þetta kemur alltaf þegar að vera að ræða frambóð eftirlaunafólks. Þá verður alltaf niðurstaðan svo að það sé best að við hverfum aftur til okkar flokka. Því það er bara einhver hefð fyrir því að inn í samtökum eldri borgar eru svo mikið af flokksfólki. Þannig að þau ná aldrei að gera eins og hefur verið gert í Hollandi og víðar. Sem við þyrftum að gera það. Já, þyrfti alveg að gera það. Þetta er alveg sér hópur. Algjör blekking að þeir ná einhverjum áhrifum inn í ekki nokkrum Sjálfstæðisflokknum eða samfélaginu. Og auðvitað mætti segja samum fallaður, kannski bara ekki nógu margir til þess að geta. En já, nú er ég alveg búin að missa tráðum. En það var að tala sósíalistanir hafi ekki verið góðir kvennabaráttunni? Nei, Svanur Kristjánsson sagði ekkert við mig að þetta væri eiginlega sorglegasta sem hefði gerst á Íslandi að sósíalíska hreyfingin hafi orðið svona karllæg sem hún hafði svona ákveðið tækifæri á að taka með kvennahreyfinguna með. En hún gerði það ekki. Og þú sér það að kvennabyltingin í verkalýðshreyfingunni, hún er bara mjög sein sko. Já, mjög svo. Og enn er hún ekki komin í efnahagslífinu. Nei, og það voru í sérfélögum lengi vel og lítil sem engin áhrif inn í ASÍ. Já, ég veit það. Þetta var svona og þannig að vinstri menn voru svo sannar ekki besti vinur kvennanna. En þetta átti alltaf að vera þetta átti alltaf að vera inn í sósíalismanum, bara ósjálfrátt menningin og konurnar og allt og það var aldrei neitt nema blaði eða lítið nema blaði en það tóku sumir þetta svo óstind upp að það var alveg bröðað til þess að bara gamlir kunningjar heilsuðu mann ekki einu sinni. Það var svikið. Bara svika kvendi við bara þau bara þoldu okkur ekki. En varandi svona pólitíska baráttu og list að þá fer þetta stundum svona saman að því að við hefum á svona tímabilum þar sem að þarf að endurmeta eitthvað. Og við erum að tala kvennahreyfinguna sem einhverja stórkostlega byltingu og það var náttúrulega
þurfti að hérna, fyrirmyndirnar og sagan hjálpar okkur ekki í nútímanum, að þá þurfum við að endurskoða stöðu okkar og það getur verið einkanlegt og þá oft listin hluti af því að fara í gegnum einhverja svona bara endurmat á stöðu einstaklingsins í samfélaginu og það getur verið farvegur fyrir nýjar hugsanir og setja þær í samhengi fyrir annað fólk að samsæma sig með að draga lærdóma eða hafna og sósíalrealismin sem hrakyrtur og svona náttúrulega hluta þessu þar sem verið að búa til list þar sem að alþýða manna í forgrunni og þurfa að segja okkar sögur. Það náttúrulega var sko svo mikið glorifisering oft sko, það verið að hefja upp til skýjana og það endar kannski það. Já, en kannski var kannski ekki merkingi til að byrja með sko, en úr þessu, maður sá líka svoleiðis sýningar því ég kom til Rússlands þess að þó ég dáðist að mjög mörgir leikhús þá sá ég líka svona sýningar og maður var alveg bara við hjálpið mér en það bara svona gamlir það sem einhver stendur í lokin og þakkar já og svona félaga Stalin já og allt svona einhver hermenn þú veist svona svakalega svona sovjest og góðsagnir já og eins sem maður sá þess að voru alltaf stórkostlegir þessi kallakórar þeirra og þessi kósakakórar og svona þetta er rosalega kall þetta ykkur 300 kall tindóttar allir eins og svona þeir voru alltaf með stórkostleg sjó og svona það mesta í leikhúsinu var ekki á þessu plani en mér sko í Moskvu og Kív sko ég veit ekki um út á landi En listin í kvennabaráttunni hvað það þannig að á tímabilinu kannski segjum frá kannski 60 til 75 þá sé svona degla í listum þar sem að konur eru að nota listina eða í gegnum listina brýst fram konur eru náttúrulega að kveða sér hljóðs í bæði sem rithöfundar og skáld og í myndlistinni og líka meira núna í tónlistinni það gengur eitthvað hægar þar það kallar kvennabókmyndir já, kvennabókmyndir, já en sko minna áhuga á þessu sviði hefur ekki verið það að það væri verk eftir konu konur og þetta og leikið að konum og setja upp á konu ég ekkert að lasta það vel til text en sko heldur hitt að líta allt nýjum augum það skiptir öllu máli að horfa á verkin með þarna svona feminískum glerugum og þá verður skilningur þinn allt annar og til dæmis ferð að sjá svo tökum nú ennþá með þessu amerísku leikritin það sem eru sko alltaf þessi kallar í fyrir rúmi og konundar eru svona þjónandi sko að þú ferð að skoða þær með svona glerugum að þá er svo oft greinlegt að þær eru fullkomlega meðvitaðar að þær fljóta sofandi að feigðarósi og hvernig þær haga sér er sko eyðileggjandi fyrir alla en þær hafa ekki völd til þess að stoppa og þær eru styðjandi en því að það er skylda þeirra en þær vita oft hvert stefnir og eru með svona sinn skilning þetta skiptir mjög miklu máli að sko hvernig þeir eru túlkaðar það hlýtur að vera erfitt að flytja svona verk þau tökum bara eins og Sporvarni Gind þá er sko staða kvennanna bara passar ekki alveg inn í nútíma sko. Nei, þú getur vel ekki logið þess að mér að hún sé svona já það fyrir sko þetta komum við aftur þessu sem að þeir kent okkur þannig sem lærði í Rússlandi þetta að sko þín kunnátta þinn þekkingagrunnur þinn vitneskjugrunnur sem er grunnur sýningarinnar hann kemst ótrúlega mikið í gegn ef að þú hefur þessa hugsun og þú hefur þetta markmið bæði sem leikstjóri og leikari þá er margt sem skilar sér ekkert alltaf meðvitað en fyrir þá sem kannski kunna að lesa í en fyrir þá sem ekki kunna að lesa í en meðtaka samt ýmislegt á þess að ég geti beint orðað það geti sagt, já í kvöld var ég feminista því ég sá þetta, skilur það en ég að velta með sko að hvern personan sem er upp á sviði
hún bara passar örugglega vel hérna 1940 eitthvað nætti sem Já, já. En bara hún passar ekki alveg inn í hérna, ég hugsaði það síðan þegar ég sá þetta. Allir næst þá verður þetta bara sett upp sem strákur eða eitthvað og þetta verður bara svona samkynhneigt samband. Já, svona spárvagnin gild. Vegna þess að hvernig hann sko svona háður honum og einhvern veginn að það verður þá að vera bara aldursmunur eða eitthvað til þess að Er það talað spárvagnin gild eða er það talað hvað það heitir bliktaki? Nei, spárvagnin gild. Já. Já, mér finnst þetta ekki vera svona trublandi í hérna Nei, það er náttúrulega miklu meira að loka bara inn í fjölskyldu Já, þá var ég aðeins að velta fyrir mér við Íslendingar eigum svolítið erfiðleikum með að flytja þetta, það er svona stéttamunur hann inni og við erum bara svo óvön sko stéttar sérstaklega undan fyrir 20-30 ár sko að stéttir séu sko stórt atriði í okkar við erum alveg handgengi því að þeir sem eru ríkir og að þeir hafi veldin við erum alveg, það þekkjum við alveg Jú, en að tengdadóttirinn sé með veikari stöðu að því hún er að krafsa sig aðeins upp og hún kemur svona aðeins ég fór að hugsa að ef þetta væri í Ameríku þá myndi ég bara heyra það á tungutakinnar að hún væri en það er ekki þar með sagt sko að ég sko segi nú oft sko að það sé orðið þannig sko eða svona svo tilneyings í leikhúsinu að það verða að vera svo að það hefur bara gerst sko eiginlega fyrir þetta glugga hjá þér skilur þannig að við hefum ekki hafa fyrir því að flytja okkur í tíma til að skilja sem að því að allir tímar kenna okkur eitthvað og margstæðir þetta heimfærð þó aðstæði séu aðrar þá er manneskjand aldrei svona og sérstaklega í talinu í svona valdarhlutöldum inn í fjölskyldu þá er nú býsna margt sem við getum samsamað okkur með en og þá kemur maður einmitt að þess að hermettir veruleikunum að gera eins og hennir finnst mér mjög óspennandi en þú getur oft sko maður var oft spurður kemur þetta okkur við í dag ég hafði aldrei kjark til þess að því að maður var alltaf að taka þátt í að þú veist auglýseks sýningarnar sína mér langa svo að segja nei ég get ekki séð þetta koma okkur við langa svo ég þorði aldrei að svara svona ég hugsaði alltaf og þá getur maður bara spyrja hvað kemur okkur við kemur líka við bara fegurð, okkur koma við bókmenntir, ljóðræna, heimsbyggju okkur kemur þetta allt við það sem ég er að tala um sko kvenpersonur sem eru svo veikar með veika valdastöðu í leikritunum að tengdadóttirinn er algjörlega háði að hanga þarna inni því ef hún hangir ekki þarna inni þá dettur hún niður í svona botnlausa fátækt og þess vegna er það sem að drífur hana áfram að sitja uppi með handónýta mann eitthvað slúðis, maður gæti lesið þetta inn í það og það átti við þegar þetta er skrifað en anskotin þetta getur ekki verið svona hyldýpið er ekki svona hátt í dag ég veit það ekki, mér finnst þetta alveg virka sem bara kona sem af einhverjum ástæðum svo getur maður fundið misjafn svör við því í rauninni berst fyrir lífi sínu hvort það er að uppfylla skyldur sína sem eiginkona hún getur ekki sótt líf sitt nefn í gegnum mannin nei, hún getur það ekki og það, við skulum ekki talda það sé alveg horfið veruleiki og þarna en það er líka sko, hvort þú sækir í gegnum mannin eða hvort þú þarft að sækja í gegnum kerfið eða samfélagsmunstrin skilur ég held að sko, við getum alveg sett þetta í samhengi sem við skiljum kannski ekki alveg orðað samhengi heldur einmitt bara svona tilfell bara kona sem berst sko með kjaft og klóm fyrir tilveru sinni ég held að bara mjög margar konur geti skilið það og samsama sem með því látið þessi ekki trufla þótt að þegar þetta er skrifað þá átti þetta við megin þorra kvenna ég held að var afhjúpandi mjög svo jú róttækt afhjúpandi mjög svo og líka þessi svona tvískinningur í sambandi við samkynhneigð og allt þetta sko sem að en við þekkjum það líka í dag alls sko við þekkjum þetta svo mörgu samhengi svo með útlending, innflytjendur og að finna eitthvað sko við og hinir og eitthvað svona sko minna, það þarf ekki að vera eins og í dag til þess að við tengjum við það áhorfandinn er ekki asni nei, við skulum ekki gera ráð fyrir að sé asni og aðalega skulum við ekki gera ráð fyrir við þurfum að segja það svona veit, þetta er A og þú ætti að segja A og þetta er B og þú ætti að segja B þú veist, segðu F og hann
ég sagði, já, þannig að segja skilur og upplifir eitthvað sem þarf ekki endilega að vera já, það sem þú já, og það getur verið svo lífsegt og það getur alveg klassíst þó að sé löngu þó að ytri aðstæði séu breyttar. Við getum talað helling, við getum talað óperuna sem þú hefur sett upp já. Sem ég með svona dellukenningu sem ég segi að tími óperuna hljóta að vera að koma inn af því að þessar aríur og innra tal sálarinnar sé eitthvað sem bara passar vel í okkar tíma. Já, það gerir það að mörgu leyti. Og maður séð það meðal annars í uppfærslu hjá syniðinum, Þorleifi. Já, það er náttúrulega Wagner náttúrulega sko hans aríur það kom með það inn í það er komin alveg á hinn endan sko en já, svo bara það sem auðvitað gerir óperuformið að mér finnst oft svo heillandi, það er að sko, það er svo óeðlilegt að syngja eða þú veist, fólk brestur ekki á mig með gapandi söng í raunveruleikanum, þannig að strax þar ertu bara komin frá sko raunveruleikanum sem gefur mikið frelsi í svona umfjöllunarefnum eða hvernig, og síðan að alla tilfinningar stækka 100-falt og það er svo heillandi að það er svo það verður svo góð vett okkur í að fjalla svona eins og svona innra bara næstu því svo sálinn sé að hringja það sko og þá er ekki að tala við neitt, þá bara bólar út í salinn og það er eins og bloggfærslu það er eitthvað bara rosalega fallegt finnst mér við það og þannig og svo getur maður að segja sumar sögur í óperum óttalega asnarlegar og flóknar og eitthvað svona misjafnt, en eftir sitja samt svona mannlegar tilfinningar sem eru stækkaður upp, hvort sem að sagan er hallærislega eða ekki og þetta finnst mér bara alveg óskaplega heillandi og þarna en svo er líka sko svo samt sem maður með Verdi finnst þér, ef þú ferð inn á Facebook, finnst þér ekki vera svolítið svona allir með aríur Jú, ég fór út í bakari eitthvað svona og bara að syngja eitthvað út í salin og það er alveg rétt það er engin, eins og stundum í óperum að þá verður sko samsöngurinn verður svona, það er svo rosa, það getur verið flókin og verður að býða eftir næstu aríu samtölinn á Facebook er ekki til það góð nei, og ég tala nú ekki eins og þeir kvartettar og sextettar og oktettar og allir hver tala hún í annar, það er bara eins og netið í dag en þá er nú oftast búið, það er nú oftast gert þannig að hver og einn fær svona smá svígrum fyrir sinna texta sína skoðun og svo blandast það saman en það er sko maður tekur bara Verdi sem ég held alveg óskaplega upp á því hann er svo leikrætt hann er svo rosalega sterkan dramatískan sans að mörg hans verka eru gríðarlega feminísk ef þau eru skoðuð hann er alltaf að skrifa konur sem verða illilega fyrir barðinu á valdinu, á feðraveldinu, á fordómum og það ráða engum lífsitt og eru dæmdar út úr samfélaginu og sendar í klaustur og hvað, þannig að þú getur alveg fundið þarna sko mjög svona mikið sem að bara við tökum bara Madame Butterfly sem er bara þó það sem er Puccini náttúrulega bara heimsvalda stefnuna hernámið á Íslandi það var nú átök þegar það var sett upp hérna síðast í Hörpu mér finnst svoleiðis umræður svo leiðileg ég þóla hann ekki þó ég veit nú sér nauðsynlega sömu leit en ég get ekki alveg meðtekið það að við skulum ekki fara út á þau umræðu mér finnst það svona hluta af þessu svona eitthvað þessum pólitíska réttrúnaði eitthvað neitt. En það er eitthvað við óperuna sem er að því að við erum talað svona endurmat á stöðu einstaklingsins í samfélaginu og stundum er það djúpstætt og tengist einhverju slíku og það er þetta með þessi kenning mín að tími óperuna sem koma er að það sé form sem á vel við einhverju svona djúpa endurskoðun. Það getur vel verið, mér finnst þetta mjög kannski með Verdi, en náttúrulega hann er að semja þetta á svona skamlífu, svona húmanísku tímabili á 19. Já, en líka það er náttúrulega mikið svona byltingar og umbrota tími á Ítalíu. Og hugmyndur það að ef við losum þrælinn úr hlekkjónum þá getur hann orðið maður eins og við og kona getur orðið maður eins og við. Já, alls konar svona. Þessar hugmyndir eru virkilega... Við erum þarna á sveimi og eins og bara hann Kórnuna Búkko sem allir þekkja
hann ekki að vera að syngja hann, en hann bara svo sagan segir að hafi bara sko þetta við heyrt bara verið blíst á öllum götum bara daginn eftir, þannig að talar hann þetta beint inn í sín samtíma þannig að sambandi við þarna, já, svona hið pólitíska ástand á Ítalíu og talandi menn sem að sko gangi endur í lífdaga því að hann var alltaf löng og hættur að semja óperur og var bara farin að vera vínyrkjubóndi, hann elskaði það og átti stórt sveitasettur og elskaði bara að vera á akrunum og svona og þá hann og svo kemur Wagner og allir fara að tala Wagner þetta og Wagner hitt og verði sér bara gamaldags og Pucco og þarna og sá sem semur fyrir hann líbröttu hvað er þetta kallað tónrít, nei textin, ég man ekki hvað það kallað á íslensku óperuteksti, já, óperuteksti, bara þakkaði fyrir að þarna og hann hefði reyndar unnið sá verið einn af helstu gagnrýnendum á Verdi og verið svona mikið að mæra Wagner sem allt í lagi líka en hann er einn af þeim sem hvetur Wagner til að Verdi til að koma tilbaka og hann er komin á níræðisaldur og hann semur 3 ár kannski í sína bestu óperur einu grænum bara og bara afsann hann geti líka farið í þetta form eins og Wagner að byggja ekki sko sífellt á svona þessum dúettum og varjum og svona heldur þetta samtalsform sem gildir í gegn sko og þarna og gerir það með glæsibrag á níræðisaldri já og þá það hérna svo ekki hægt að leikstýra það þú varst nú að leika eða ekki bara í fyrra jú, ég er að segja sko, ég segi núna í gríni vikuna minn nú vantar mér bara að fá eitt gott danshlutverk og þá er ég búin að loka hringnum því ég byrjaði að dansa, svo fór ég að leika svo fór ég að leikstýra, nú er ég fann að leika og nú þarf ég bara að dansa Lítur þú svo á að þetta sé svona bakið eða lítur þú svo á að það er þetta ógjört ég myndi mjög gjarnan vilja leikstýra ég býði við gríðarlega kunnáttu og getu Er þetta ekki svona gamalmanns sport að vera eins og arkitektúr og fleira að fólk verður bara alltaf betra og betra eftir því sem er lengur í þessu? Ég held að það gildir flest störf. Það nú misjátt sko. Já, þetta á við arkitektana svolítið. Þetta verða blómstra oft sko, mjög seint. Ég held að sko eldri leikstjórar bara þetta þróast og breytast eins og svona í miklu svona leikhúslöndum eins og Englandi og Þýskalandi og í Rússlandi talningum sko dettur engum í huga að henda gömlu leikstjórum. En það er ekki þar þetta ekki alveg nýja en þetta jafnvægi er alveg farið hérna, það er bara ég meina ég er ekkert einu það ég meina fullt af svona talsveit af fólki sem býr yfir gríðarlegri kunnátt og getu sem hann líkur óbætt hjá garði og mér finnst það dálítið synd því að mér finnst að sko alveg svo ég lærði þó ég þetta aflaði með mikilvæg menntuna bara í gegnum bækur og sjá sýningar og lesa leikbókmyndir og heimspeki og sögu og allt með og listasögu og svona bara á eigin vegum að þá lærur í leikhúsinu og mér finnst ómetanlegt að hafa verið í leikhúsinu sem barn og unglingur og drukkið þetta allt saman í mig og þetta er alveg forsmáð sko og það er mikill skaði held ég og gerur okkur fátækari og eins og ég segi, ég er ekki eini þessum hópi að þarna sem gæti svo sannarlega átt þetta öðru hvoru en það er bara því að líka áherslum hans breytast ég segi sko, ég náttúrulega var mjög mikið upptekinn af forminu og hennu myndræna lýsing og öllu þessu og bara, og það er fínt en eftir því sem ég eldist þá minnkaði sko áhugin minn á forminu auðvitað kunni ég það heldur jókst áhugin minn á manneskjunni og það er eitthvað sem kemur með aldri og þroska að sko hugurinn beinist meira og meira að bara hvernig manneskjan er og samsetning hennar og það nær þá list leikarans heldur en setningunni já, en eftir situr það að þú ert búin að æfa það á forminu og ég er ekki að segja sko án innihalds ég er alls ekki að segja það heldur bara að þetta verður svona öðruvísi fókus og ég er ekki einum að hafa held ég gengi gegnum það sko að byrja svona dálítið stórt og mikið form og þrengja sér svo aðeins meira í manneskjuna sko að þú þarft þroska og þekkingu til þess að reyna eitthvað til að botna pildi þú trítur manneskja botnar ekkert en þá í manneskjunni eða heiminum og við gerum það náttúrulega aldrei til fulls en þú þarft lífsreynslu og yfirsýn til þess að
botnað daldið svona. Ég tók dæmi af ferli Laxness, það sem hann er bernskuverk og svo er hann með svona ungsmannsverka sem hann er að ryðja sér braut og reka olbóan til að koma sér fyrir og svo með Mandósverkin það sem er hann að glíma við sko stóru formin og svo er hann með tímabila sem er svona væsold menn eins og myndi heita það sem að penni verður svona frjálsari og fleira og auðvitað í leikhúsinu hlýtur þetta að gilda það sama og við sem áhorfendum og sem menning ættum að fá verkin frá þeim sem eru á þessu æviskeiði. Við getum ekki alltaf verið að fá ungsmannsverkin. Það er bara þannig enda sko það er bara skortur líka í leikhúsunum á allmis eldri leikurum og þarna og bara svona þroskaðri það er bara því miður, þá hefur það svona menar að þessi ekki á samningi lengur eða? Já, og það er einhvern veginn. Við hefum nóg af eldri leikurum? Nei, við hefum ekkert nóg af þeim. Nú, hvar eru þeir? Hvar eru þeir? Bara komnir í eitthvað annað eða? Orðinni gætar? Já. Það er mjög margir gætar? Já, mjög margir og þannig það er fáliðað í svona eldri hópum í leikhúsunum og fáliðað en það er heldur ekkert verið kannski mikið að leita að verkum fyrir eldri kynslóðuna sem er dálítið tversögn vegna þess að það er miðaldra og eldra fólk sem fer mest í leikhús. Það er alltaf verið að segja við erum að unga fólki í leikhús og ég er ekkert að forsóma það er búið að vera motto náttúrulega áratugum saman og það er bara fólk þarf kannski bara vissan frið og aðstæði til þess að raunverulega fara að huga að svona menningu og þú veist að þessi tímabreyttu uppteki þú veist í hreiðurgerðinni og síðanst alveg bungana og aflaði fæðu og allt þetta og bara mikið upptekin og svo hann róast svona þá fer það beina meira athyglinni svona inn á við og hvað þig langar. Maður sér þetta í leikhúsi og tónleikum allstaðar. Já, allstaðar og bóklestri. Megin þorri þeirra. Ég sagði nefnda nú við Hallgrím Helgason sem er meila með sögustund í Borgarleikhúsinu bækurnar sínar. Já. Og ég sagði við hann að þetta er bara elsti salur sem ég hef séð fyrir utan Kammermúsikklúbbinn á sunnudögum. Og ég hugsaði bara eftir, getur að verið að þetta sé síðasta kynslóð sem les eða hún sé bara svona gömul. En ég veit ekkert hvað það er. Eða þetta er fólki sem hefur tíma. Já, og þetta var laugardagskvöld. Þannig að kannski er fólk bara í öðru yngra á laugardagskvöld. Ég held ná að margir lesur, auðvitað hefur lestur minka, það er ekki að fara í grægötu með það. En vonandi lesa nú einhver og það að bara hann skuli vera með námskeiðu eða svona einhver kvöldu bækurnar sína sínir náttúrulega það er einhver áhugi á bókum en þetta með sko þáttöku kvenna það er sko eins og bara þessi vinna í miðasögn vita það eru konurnar sem hringja og fullorðin kona afskaplega íhaldsam og borgarlega og fín frú sem að vissi ekkert að hún var að hún sagði, já ef það hringja kallmenn þá segir alltaf konan mér bað mig að hringja og þú veist að þær eru á námskeiðunum, þær eru í endurmenntunni, þær eru bara konur yfir 50 þegar fá svona frelsi frá hlutverki sínu þá náttúrulega eru þær bara út allt og alls staðar sko. Og kallmenni festast miklu meira svona yfir sjónvarpi, yfir íþróttaviðburðum og slíkum, konur í menningunni mjög mikið og svona alls konar, þær eru í gönguklúbbunum og þær, þú veist, bara stundum alveg undrast í hvað konur eru ótrúlega aktívar. Þær eru í bókaklúbbunum og þessu öllu saman. Margar konur blómstrast eftir að skilja á þessum aldri. Kallarnir koðna niður í... Já, ég held að það sé líka bara inn á hjónabands oft. Konur blómstra þegar þær eru lausari frá þessum hefðbundi skildum konunnar sem að þær hafi ekki hlaupið frá þó það hafi breyst sko, þá og ég er ekkert að segja að kallmenn hafi ekki skildur líka en konur verða svona frjálsari líka þegar þær sko er ekki lengur færar með eignarspönn því fylgir visst frelsi að þær eru lausar úr einhverju hlutverki sem að kannski ristir dýpra heldur við viljum vera að láta við erum ekki hrifin að því að viðurkenna að svona hafi áhrif á okkur sko eins og kynhlutverk að við séum bara sköpuð það er menningarlegt og kannski líffræðilegt við séum bara, að allt sé bara félagsmótun ég ætla nú ekki að fara út í þá umræðu en ég held að bara margt sko sé miklu dýpra í okkur heldur en að við viljum vera að láta að við séum svona herrar yfir eigin líf og ráðum okkur sjálfum en þegar konur bara eru lausar undan þessu og þær eru ekki einhvern veginn
uppteknar af því lengur að þurfa að vekja athygli og aðdáun karlmanna. Það er rosalegt frelsi. Það er frelsi. Þannig að sumar hafa sagt að vera lausallvis bara undan augnaráði karlmanna. Þeir horfa ekki lengur á þig. Það er svona geis. Já. Herðu, ég vona að hérna þú eftir að leikstýra. Kannski í svona, ekki alþýðu leikhúsinu, heldur svona heldri kvenna leikhúsi sem að þið búið til þess að svara þessu. Já, það er bara, þú veist, það eru svo margir sem vilja vinna í leikhúsi, sko, og það er bara svo lítið peningar. Já. Og ég er, sko, það er hlægilega litli peningar í sviðslistasjóður sem eru, ég man ekki hvað margar umsóknir. Þetta er bara hlægilegt, sko. Ég er ekkert að segja að það er verið að sjóður sem allir fá, ég er ekkert að segja það. Þetta er afskaplega lítið og hálfgerður bjarnagreið að fá þetta vegna þess að það dýr engan veginn fyrir uppsetningu og ég verð bara að viðurkenna það. Ég nenn ekkert í eitthvað, sko, sem að gerði maður ungur að vera alltaf blankur og ekki bót fyrir rassinn á sér. Við völdum það af því að við vorum að gera sem okkur fannst skemmtilegt, þannig við völdum það hlutverk og þannig hefðum geta verið í miklu betri efnislegri stöðu en ég nenni því ekki í dag. Ég nenni heldur ekki að vera að smíða og mála og svona sem að gerði í gamla daga. Það gerði allt í leikhúsinu. Herðu, Þórður, takk fyrir að koma hingað á laugardagsmorgni. Takk sem fyrir allar aldir. Löngu áður en að við erum orðin skýr í kollunum. Það var skemmtilegt spjall. Já, takk fyrir sömuleiðis. Og árundum þakka ég kærlega fyrir að hafa staldra hérna við og Laufey Ólafs fyrir að taka upp og senda út. Minni á að framöndan er helgardagskrá samstöðurinn, það er úrval vikunar hérna á eftir og svo á morgun verður þjóðmálaþátturinn Sinnir Egils. Hvet ykkur til að fylgjast með því, en annars segi ég bara góð helgi. Segðu það á Samstöðinni.